Góðan dag, kæru áheyrendur og sveitarstjórn og velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 276 og ég segi fund hér með settan. Til fundarins mættir aðalmenn, sú sem hér stendur Guðveig Eyglóardóttir, Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvarð Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Láradóttir Bjarnadóttir og Stefán Broddi Guðjónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir, starfsmenn Borgarbyggðar, sveitarstjóri og sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs. Lilja Björg, sem Lilja Björg Ágústsdóttir og hún mun jafnframt rita fundargerð. Thelma ekki mætt, það rétt. Skulum bara sjá til hvort hún mæti. Forseti óskar eftir að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundar, að tekin verði út dagskrárliður nr. 28 sem ber heitið samningur umhirðu og slátt á opnum svæðum á Hvanneyri, en málið var tvisvar á dagskrá fundar og einnig undir dagskrárlið 21. Þá verði bætt á dagskrá máli nr. 2604-099, breyting á fundartíma sveitarstjórnar í maí, kemur undir dagskrárlið nr. 35. Bætt á dagskrá máli nr. 2201-148, breyting á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga sem fer undir dagskrárlið nr. 36. Og bætt á dagskrá máli nr. 2604-098, opnunartími íþróttamannvirkja í Borgarbyggð 2026, sem kemur undir lið dagskrárlið nr. 37. Bætt á dagskrá máli nr. 2512-169, fundargerðir stjórnar sameiningu Borgarbyggðar og Skáradalshrepps sem kemur inn undir dagskrárlið nr. 38 og við fundinn bætist ein fundargerð velferðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 170 og kemur þá undir dagskrárlið 48 og ég bið þá fundamenn sem samþykkja að gefa merki. Thelma Dögg Harðardóttir mætti fundarins, þannig að það full manna hjá okkur og það samþykkt samhljóða. Þá okkur ekkert annan en vanbúnaði að hefja dagskrá og fyrsti liður skýrsla sveitarstjóra og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að gjöra svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, kæru íbúar og aðrir áheyrendur og gestir. Mig langar í sem meginefni í þessari yfirferð minni skýrslu sveitarstjóra að ræða aðeins ársreikninginn og ræða, ég veit að hann verður ræddur hér í þaula og eftir og okkar ágætt endurskoðandi Halldóra Ágústa Pálsdóttir kemur hér á eftir og fer yfir tölurnar og fer yfir henni í ítarlega. En mig langar samt aðeins að ræða því að þetta skiptir þetta miklu máli hvernig fjárhagsstaða sveitarfélagsins hvernig reksturinn gekk á síðasta ári og hvernig hann blasir við okkur. Og ég ætla svo mikið að draga fjörið við það að rekstrarniðurstaðan vonbrigði. Hún veldur við slá vonbrigðum. Ég hefði væntingar til þess og okkar áætlun fól það í sér að í raun og veru starfsemi myndi skila hærri framlegð heldur en og þá rekstrarniðurstöðu heldur en við höfðum heldur en niðurstaðan leiðir í ljós og þess vegna kannski mikilvægt aðeins að fara eitthvað að rífa undir húddið og ræða stöðuna og tölurnar framundan. Og auðvitað mikilvægt að skila góðum rekstri og viðeigandi framlegð, svona ekki síst í ljósi þess að við höfum verið í tölur uppbygging og auki skuldsetningu sveitarfélagsins með lántöku og sem þýðir og auðvitað í framhaldinu hærri afskriftir og fjármagnskostnaður fram á veginn. En það samt auðvitað áhugavert að sjá það að á síðasta ári var vöxtur útsvars mjög sterkur. Hann var upp á 9%, rúmlega það, og sem þýðir það að útsvarsstofninn í sveitarfélaginu meðal íbúa að hækka mjög mikið. Og það má segja að endurspegli einhverju leyti mikla hækkun launatekna, heildarlaunatekna meðal íbúa í sveitarfélaginu. Og það auðvitað mjög jákvætt, heilt yfir, að tekjur íbúa að styrkjast. En ég skal samt alveg segja það að undir lokin þegar við vorum búin að sjá þróunina á árinu þá var ég að binda vonir við að vera með enn sterkari útsvarstekjur. En við loka uppgjör þá má segja að niðurfærsla sem á sér stað því að Fjársýsla ríkisins innheimtir í raun og veru útsvarstekjur eða skatttekjur fyrir hönd sveitarfélaganna og deilir þeim áfram til sveitarfélaganna.
En við lokauppgjör þá má segja að niðurfærslan í raun og veru hafi verið meiri frá fjársýslunni heldur en ég átti von á. Þannig að svona tölurnar undir lokin voru kannski ekki alveg eins sterkar frá hvað útsvarið varðar en ég átti var að vona. Svo er svona hinn hliðin á þessu sem eru í raun og veru launakostnaður sveitarfélagsins. Það nú þannig að útsvarstekjur eru svona álíka háar og launakostnaður og þá launakostnaður án launatengdra gjalda. En eftir að við horfum svona heild á launakostnaðinn þá þekkjum það að laun opinberra starfsmanna hækkuðu á síðasta ári töluvert meira heldur en gerist á almenna vinnumarkaðnum. Og við þekkjum það að okkar stærsti launþegahópur sveitarfélaganna, kennarar, gerðu kjarasamning sem færi þeim kjarabætur umfram aðra hópa og eðlilega þá þýðir það að launakostnaður sveitarfélaga hækkar meira heldur en gerist hjá öðrum og þá leið verður meiri hækkun launakostnaðar heldur en útsvarstekna. Og þannig að launakostnaður sveitarfélagsins hækkaði liðlega 11% þrátt fyrir það að heildarfjöldi starfsmanna breyttist lítið og reyndar fækkaði starfsmönnum aðeins á liðnu ári. En það má segja að heildaráhrif af þessari hækkun útsvars annars vegar og aukins launakostnaðar hins vegar hafði neikvæð áhrif á í raun og veru afkomu ársins upp á einhver 125 milljónir. Nú aðrir liðir vega ekki síður þungt og þar vil ég kannski byrja á að nefna framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Borgarbyggðar. En eftir að hafa verið töluvert góður vöxtur í framlögum sjóðsins til Borgarbyggðar á undanfarnum árum, þá voru framlögin nær óbreytt á milli ára. Og það veldur þetta vonbrigðum og munurinn minna. Þannig má segja að framlög jöfnunarsjóðs, ef við segjum að þau stóðu nánast í stað, en ef þau hefðu hækkað bara í samræmi við verðlag, til dæmi, þá hefðu verið 80 milljónum hærri heldur en þú voru í raun. Og má benda á það til dæmis framlög sjóðsins vegna málefna fatlaðra lækkuðu liðlega 50 milljónir á milli ára og það er þetta veruleg breyting. Og sem ég sjálfur sér kann ekki skýring á, en þurfum að rýna betur. Þá bar þetta sveitarfélagið verulega eða stóraukinn kostnað vegna fjárhagsaðstoðar við útlendinga. Og þetta er umræða efni sem hefur verið margar rætt og síðast í dag í samtölum við tvo þingmenn einmitt til þess að þrýsta á að þeir vinni að því að þeir þingmenn okkar kjördæmis að vinni að því að það verði gerð breyting á lögum eða reglum eða allavega unnið að því að sveitarfélagið fái þann stuðning sem að í raun var lofað og ríkið axli þá ábyrgð á fjárhagsaðstoð vegna langtíma flóttamanna. En þetta er tímafrek vinna og má segja hvað okkur varðar, þá höfum við þetta gripið til aðgerða og frá og með næstu mánaðamótum þá lækkar fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins verulega. Þannig að Borgarbyggð verður þá ekki með þeirra sveitarfélaga sem borga kannski eru svona í efri hópnum með þeirra sveitarfélaga sem borga hvað hæsta fjárhagsaðstoð, heldur verður þá með þeirra sveitarfélaga sem borga hvað lægsta fjárhagsaðstoð. Auðvitað er það ekki endilega einhver ákvörðun sem að er stefnt í svona einhverju pólitísku tilliti vegna þess að en fjárhagsaðstoð er auðvitað alltaf hugsuð sem bara fyrir afskaplega lítinn hóp sem að er í raun og veru kannski svona stendur hvað allra höllustum fæti en ekki hugsuð til þess að fjármagna langtíma búsetu flóttamanna. En ókei, þetta er svona umræða sem er bara, þannig erum við alltaf búin að bregðast við og áhrifin eftir að koma fram á síðara helmingi ársins. Svo má ekki gleyma því að þessi sterki tekjugrunnur sem ég nefndi áðan hefur þetta áhrif á til dæmis framlög jöfnunarsjóðs. Og það er ljóst að þessi raunlækkun sem varð á síðasta ári og kannski einna þróun sem við kannski sáum einna mest kom kannski við sáum kannski sterkt og tókum eftir kannski þetta sterkast eftir þegar að leiða árið og kannski þegar að vera að gera upp síðasta ár að mögulega þannig að þessi sterki útsvarsgrunnur sem hefur byggst upp hjá sveitarfélaginu hefur áhrif á framlög jöfnunarsjóðs. Það er svo alveg ljóst að þessi raunlækkun framlaga er sérstök og gefur bara fullt tilefni til þess að rýna ofan í kjölinn. Sérstaklega ekki verið breyting á þessu ári. Og við skulum þá hafa í huga að þær breytingar sem voru gerðar á regluverki jöfnunarsjóðs, það voru bara
samþykkt ný lög um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga á síðasta ári. Það voru sérstaklega gerðar til þess að styrkja rekstur víðfeðmra fjölkjarna sveitarfélaga sem að bjóða upp á þjónustu á mjög breiðu svæði. Fjölkjarna sveitarfélag, og þetta bara sveitarfélag eins og Borgarbyggð. Og við vinnslu að frumvarpsins þá lá í loftinu að þessar aðgerðir hefðu átt að hafa og ættu að hafa jákvæð áhrif á rekstrargrunn Borgarbyggðar. Nú kannski nóg þetta, en kannski þá bara að þá þeim framkvæmdum og fjárfestingum sem hafa voru á síðasta ári og svo sem verið að ljúka á þessu ári. Að á síðasta ári þá fjárfesti Borgarbyggð fyrir 3 milljarða og það þá svona brúttó fjárfesting og hrein fjárfesting upp á 2,7 milljarða. Og það eru bara tölur sem alveg í samræmi við það áætlun sem lagt var upp með, samræmi áætlun ársins. Og hrein lántaka var upp á 2,3 milljarða sem líka alveg í takti við áætlun ársins. Ég veit það aðeins breytileiki hvernig fjárfestingin raðaðist, en þessar heildarupphæðir og stóra myndin að mínum mati algjörlega í takti við það áætlun sem lagt var af stað með í upphafi. Þannig að skuldaviðmiðið sveitarfélagsins núna í kringum 70% og skuldahlutfall, svona eftir hvort þú horfir á A-hlutann eða samstæðan í heild sinni, svona í kringum 100% sem vel innan lögbundinna viðmiða og nálægt því sem lagt var af stað með í upphafi árs. Mér langar líka aðeins að benda á það að það skiptir máli og hefur áhrif á reksturinn að Borgarbyggð hefur í gegnum eignarhlut í Orkuveitu Reykjavíkur og kannski sérstaklega Faxaflóahöfnum lagt áherslu á að sveitarfélag fái eðlilega arðgreiðslu. Og sérstaklega Faxaflóahöfnin varðar. Þá það auðvitað leið okkar til þess að fá tekjur af þessari miklu fjárbindingu sem liggur í þessu félagi til dæmis. Og þar arðgreiðslur eru þannig að styðja við fjármagnsliði sveitarfélagsins og hjálpa til við að létta fjármagnskostnaðum í framhaldi þá af skuldsetningu. En aftur, ég ætla ekki að draga fjör við það að niðurstaðan og framleiðin þarf að vera sterkari og við þurfum að rýna hana. Ég veit að það eru miklar sveiflur í rekstri Borgarbyggðar, svo sem eins og í mörgum öðrum rekstri. En við þurfum að rekstrarniðurstaðan og framleiðin, hún þarf að vera sterkari, við þurfum að rýna hana og við munum, og ég er viss um það að við sem erum að störfum núna og þeir sem eftir koma munu halda áfram að rýna hana og bregðast við eftir því sem þarf. Nú, svona aðeins að víkja að öðru, þá ég hef verið í ákaflega skemmtilegu hlutverki síðustu 2 daga og var í því hlutverki eiginlega fram yfir hádegi í morgun. Í gær kom fjöldi sveitarstjóra af landinu, sveitar- og bæjarstjóra af landinu í Borgarfjörðinn og við erum hér með svona ársþing sveitar- og bæjarstjóra og erum gestgjafar þess þings ásamt Hvalfjarðarsveit og Akraneskaupstað og það gengur bara prýðilega og í gær þá gerðum við svolítið víðreist svona þegar ráðstefnu lauk þá gerðum við víðreist héraðið og við stoppuðum til dæmis í nýbyggingu, nýjum endurbyggðum grunnskóla Borgarfjarðar og Kleppjárnsreykjum og ég er mjög ánægður með þann áhuga og þau viðbrögð sem ég er að fá frá mínum kollegum og ég fékk þau bæði í gær og reyndar eru fleiri sveitarfélög sem að boða komu sína í heimsókn til þess að skoða bygginguna og með það fyrir huga því að hvort að svona bygging af þessu tagi hentar og þá uppbygging sem eins og þarna er auðvitað verið að byggja bara ákaflega nútímalegan og öfluga skóla fyrir auðvitað metnaðarfulla uppbyggingu vonandi í dreifbýlinu og í uppsettum Borgarfjarðar og bara í Borgarfjarðarhéraði yfir höfuð. Og svo síðan var leiðin hér niður í Borgarnes og kíkt á fjölnota íþróttahúsið, knatthúsið og reyndar svona íþróttahús að þemað áfram því að kollegar okkar í Hvalfjarðarsveit eru að byggja nýtt íþróttahús þar og svo nýtt íþróttahús sem hefur verið byggt á Akranesi sem sömuleiðis var svona partur af skoðunarferð sveitar- og bæjarstjóra. En svo var það spilt ekki fyrir að geta að Borgarbyggð skarta sínu fegursta og að borða saman í Grímshúsi í veðurblíðunni eins og hún nú alltaf í Brákarey.
lognið skartaði sínu fegursta, eða alþekkta Brákareyjarlogn, það naut sín í kvöldsólunni í gær. Þannig að, en svo kannski annað, að við vorum að koma af kynningu af svona þeirri uppbyggingu sem framundan á Grundartanga og jafnframt uppbyggingu í nýrri höfn sem í skipulagsferli, Galtárhöfn, sem í þá nágrannir úr Grundartangahafnar. Og þetta eru mannvirki sem kannski Galtárhöfn, kannski hún endurspeglar í raun og veru þá þróun sem verður þegar að Sundabraut tekur til starfa, eða tekur þegar hún verður opnuð, að þá má alveg búast við að það mjög breyting á starfsemi fyrirtækja sem núna við Sundahöfn sem dæmi og bara annarra innflutningsfyrirtækja og útflutningsfyrirtækja. Og allt þetta kallar þetta á bara uppbygging á hafnsækinni starfsemi annars staðar. Og Grundartangasvæðið einfaldlega bara kjörstaður fyrir þá uppbyggingu. Þannig að og auðvitað öll þau áform sem eru þar svona á teikniborðinu, að þetta bara í næsta nágrenni við okkur. Og sömuleiðis kallar þetta á Sundabraut og tvöföldum Hvalfjarðarganga, en þetta nú svona bara verkefni sem ég held ég megi segja svona í ekki allra nánustu framtíð, en svona alveg í framtíð sem við sjáum alveg fyrir okkur. Og þá bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur hér í þessu sveitarfélagi að vera dálítið með kassann úti og vera reiðubúin að taka á móti þeim breytingum sem þetta mun hafa í för með sér fyrir okkur. Og ég vona að sú uppbygging sem við höfum staðið í, og ég alveg sannfærður það, sú uppbygging sem við höfum staðið í, að hún bara til þess fallin að taka á móti þessum hópi. Og ég líka benda á hann Vífill Karlsson sem hann flutti gott erindi í gær, og ég hef að tala lengur en ég ætlaði mér nákvæmlega þetta, en hann flutti gott erindi í gær og þá sjáum við líka bara, og flutti þar fjallaði til dæmis þá þætti sem skipta hvað mestu máli fyrir ungt fólk þegar það velur sér búsetu. Og það bara þannig að aðstæður til íþróttaiðkunar og skólar eru bara ofboðslega mikilvægur og stórir þættir þegar kemur að því að velja sér búsetu fyrir ungt fólk þar sem fólk ákveður að byggja sér upp framtíðarheimili og ala upp sín börn. Og þannig ég vona svo sannarlega að það sem við erum að gera hér fjölgi auðvitað fólki á öllum aldri, en ekki síður því þetta uppbyggingu og fjölgun fjölskyldufólks í dreifbýlinu í Borgarbyggð. En nóg það. En það styttist þetta í sveitarstjórnarkosningar og 4 framboð komin fram í Borgarbyggð og ég óska framboðum og frambjóðum til hamingju og það ljóst að það eru skemmtilegir tímar framundan, þar sem að sveitarfélagið, rekstur og þjónusta þess verður svo sannarlega í eldlínunni og það bara mjög gott. Ég bara þakklátur fyrir allt þetta góða fólk sem gefa kost á sér og hef engar áhyggjur af framhaldinu fyrir hönd þessa sveitarfélags. Ég vil að lokum bara vekja athygli á ráðgefandi íbúakönnun nafn á sameinuðu sveitarfélagi, sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps, en ráðgefandi íbúakönnun, hún hófst í dag, 15. apríl, stendur til og með 27. apríl og þetta svona svokallaður 16 ára hópur sem má taka þátt í könnuninni og það bara besta mál og allir geta tekið þátt, allir með lögheimili í þessum sveitarfélögum, 16 ára eldri í gegnum þjónustugátt og muna bara hafa rafrænu skilríkin og taka þátt og það eru bara skemmtilegi tímar framundan og ég efast ekki það að það skemmtilegur sveitarstjórnarfundur framundan sömuleiðis, hlakka til að fá að taka þátt í umræðum og góð til þess að fylgjast með og taka þátt í góðum fundi sem hér framundan. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Stefán Broddi. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 2 hér í dag sem í rauninni svona, má segja kannski aðal dagskrárliðin hjá okkur. Það ársreikningur Borgarbyggðar 2025 með málsnúmerið 2603/329. Það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 739 og þar var framlagður drög að ársreikningi og til fundarins komu undir þessum dagskrárlið Halldóra Ágústa Pálsdóttir frá KPMG og ég ætla bara að bjóða Halldóru að koma upp og fara yfir ársreikninginn. Gjörðu svo vel, Halldóra. Forseti, sveitarstjórn
sveitarstjóri og aðrir áhorfendur. Ég vil fyrir hönd KBNG þakka fyrir að fá að koma hérna á fund með ykkur til að yfirfara ársreikning Borgarbyggðar 2025. Haraldur Örn Reynisson sem endurskoðandi ársreikningsins, hann komst í miður ekki í dag en ég með mér hana Ástrúnar Kolbeinsdóttur sem í endurskoðunarteyminu. En ég sjálf stýri vinnunni á reikningsskilunum en Haraldur og Elva Pétursdóttir hafa yfirumsjón með endurskoðunni. Endurskoðun hún komin af stað en þó ekki það langt að við gætum komið með drög að endurskoðunarskýrslu vegna ársreiknings 2025 en hún verður lögð fyrir sveitarstjórn þegar sveitarstjórn tekur hann fyrir í seinni umræðu og þá komum við og kynnum hana fyrir ykkur. Já, og ég bara vil vekja athygli ykkar á því að við vinnslu endurskoðunar geta komið upp atriði sem geta leitt til breytinga á ársreikningnum en það ætti þó ekki vera verulega breytingar að ræða og vinnan hefur gengið vel og samstarf okkar við stjórnendur sveitarfélagsins mjög gott og við viljum bara þakka fyrir það. En þá ætla ég að snúa mér að ársreikningnum. Og skýrsla sveitarstjórnar og sveitarstjóra á blaðsíðu 3 og þar koma bara fram helstu niðurstöður rekstrarársins auk álagningarhlutfalla ársins. Byggðarráð afgreiddi fundinn á fundi 1. apríl síðastliðinn og vísa honum til endurskoðunar og fyrri umræðu í sveitarstjórn. Síðan á blaðsíðu 4 og 5 að þar mun áritun endurskoðenda verða þegar og hún gerð samhliða seinni umræðu og við gerum ráð fyrir því að hún verði fyrirvaralaus nema eitthvað kemur upp á milli umræðna sem gæti breytt því en það ekkert allavega sem okkur kunnugt núna. Síðan á blaðsíðu 6 að þar rekstrarreikningur sveitarfélagsins og ég ætla að byrja að fara yfir A-hlutann og síðan fer ég yfir á B-hlutann. Þá byrja ég á rekstrartekjunum. Útsvar og fasteignaskattar námu 4,2 milljörðum og eru 46 milljónum króna hærri en áætlun gerði ráð fyrir og hækka 359 milljónir frá fyrra ári eða 9,3%. Útsvar hækkar 278 milljónir og fasteignagjöld og lóðarleiga 84 milljónir. Framlög jöfnunarsjóðs voru tæpir 1,8 milljarður, nánast að pari við áætlun og hækka 20 milljónir frá fyrra ári. Aðrar tekjur nema 672 milljónum og lækka tæp 28,7% á milli ára og eru 183 milljónum króna lægri en áætlun gerir ráð fyrir. Og helsta ástæða þess að gert var ráð fyrir í áætlun hærri tekjum vegna flóttamannaverkefnisins en endurgreiðslur frá ríkissjóði í ár voru umtalsvert lægri heldur en á árinu 2024. Og rekstrartekjur A-hluta því samtals 6,7 milljarðar hækka 108 milljónir á milli ára eða 1,7%. Rekstrarkostnaður, laun og launatengd gjöld eru tæpir 4 milljarðar og eru 30 milljónum krónum hærri heldur en áætlun ársins gerði ráð fyrir. Hækkun frá fyrra ári eru 403 milljónir eða 11,2%. Hækkun lífeyrisskuldbindingar 211 milljónir eða 91 milljónum króna hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Rekstrarkostnaður tæpir 2,4 milljarðar sem 26 milljónum krónum lægra en áætlun gerði ráð fyrir en hækkar 13 milljónir á milli ára. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir námu því 67 milljónum eða 234 milljónir lægri en áætlun gerði ráð fyrir og lækka 419 milljónir frá fyrra ári. Afskriftir námu 197 milljónum. Fjármagnsliðir voru jákvæðir upp á 39 milljónir eða 114 milljónum króna betri en áætlun gerði ráð fyrir. Vaxtatekjur eru 46 milljónum króna lægri en áætlun gerði ráð fyrir en arðgreiðslur eru 63 milljónum krónum hærri en áætlun gerði ráð fyrir og vaxtagjöld og verðbætur eru lægri 93 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir. Og ég vil bara vekja athygli á vaxtagjöldunum og ástæðan fyrir lækkunin á þeim að í áætlunarlíkaninu þá gert ráð fyrir lántökunni vaxtagjöldum allt árið en þegar lántakan frestast fram á árið að þá eru vaxtagjöldin alltaf þeim lægri. En það var gert ráð fyrir lántöku upp á tæpa 2,6 milljarða. Og afkoma A-hlutans því neikvæð 92 milljónir eða tæplega 165 milljónir króna lakari en áætlun gerði ráð fyrir. Og eins og ég sagði áðan að það sem svona mestu skiptir eru lægri tekjur en áætlanirnar gerðu ráð fyrir. Þá á B-hlutinn.
Þar eru rekstrartekjurnar, útsvar og fasteignaskattar tæpir 4,2 milljarðar og eru 49 milljónir króna hærri en áætlun gerir ráð fyrir og hækkun 357 milljónir milli ára eða tæp 9,9%. Framlög frá jöfnunarsjóði eru tæpir 1,8 milljarður og nánast á pari við áætlun og hækkun 20 milljónir frá fyrra ári. Aðrar tekjur nema 1,8 milljarði, lækkun 8,9% sem eru tæpir 40 milljónir króna lægra en áætlun gerir ráð fyrir. Tekjur Menntaskóla Borgarfjarðar voru 100 milljónir króna hærri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir sem vegur upp á móti þá lækkun tekna sem var gert ráð fyrir vegna endurgreiðslna frá ríkissjóði vegna flóttamanna. Rekstrartekjur á B-hluta eru því samtals 7,8 milljarðar og hækka 202 milljónir milli ára eða 2,7%. Rekstrarkostnaður, laun og launatengd gjöld voru tæpir 4,4 milljarðar, 106 milljónir króna hærri en áætlun gerir ráð fyrir og hækkun frá fyrra ári eru 438 milljónir sem hækkun upp á rúm 11,1%. Laun og launatengd gjöld Menntaskólans voru 306 milljónir, hlutdeild Borgarbyggðar í laun og launatengdu gjöldum Faxaflóahafnar 84 milljónir en hækkun launa þessara tveggja fyrirtækja eru 37 milljónir milli ára. Rekstrarkostnaður rúmir 2,8 milljarður og nánast á pari við áætlun og hækkar 92 milljónir frá fyrra ári. Afskriftir þær nema 293 milljónum. Fjármagnsliðir neikvæðir upp á 72 milljónir eða 130 milljónir króna betri stað en áætlun gerir ráð fyrir. Vaxtatekjur sirka 8 milljónir króna hærri en áætlun gerir ráð fyrir og arðgreiðslur 14 milljónir króna hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Og vaxtagjöld og verðbætur einnig lægri en áætlun gerir ráð fyrir 107 milljónir sirka. Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélag sem þetta hlutdeild Faxaflóahafnar í hlutdeildarfélagi á þeim eru 0,2 milljónir og hlutdeild minni hluta í afkomu Borgarbyggðar er 53.000. Afkoma samstæðunnar er því neikvæð upp á 30,6 milljónir eða 96 milljónir krónur verri en áætlun gerir ráð fyrir. Áhrif rekstrarafkomu Faxaflóahafna á rekstrarniðurstöðu Borgarbyggðar eru jákvæð nettó upp á 18 milljónir en hlutdeild í rekstrarafkomu voru 66 milljónir og svo kemur til frádráttar greiddur arður til sveitarfélagsins sem nam rúmum 48 milljónum. Þá það efnahagsreikningurinn á blaðsíðu 7 og ég ætla þar bara að fara yfir á B-hlutann. Fastafjármunir skiptist í varanlega rekstrarfjármuni upp á 12,8 milljarða. Þeir hækka 3,4 milljarða á milli ára. Lóðir og lendur voru endurmetnar og færðar upp 493 milljónir í árslok. Fjárfesting ársins í rekstrarfjármunum nam 3,2 milljörðum. Innheimt gatnagerðargjöld eru svo þarna 8,6 milljónir, söluverð seldra rekstrarfjármuna 743.000 og afskriftir 293.000. Eignarhlutir í félögum nema 624 milljónum og vil bara vekja athygli á því í samstæðunni búið að færa út eignarhlut sveitarfélagsins í Faxaflóahöfnum, Menntaskóla Borgarfjarðar, Nemendagarðana og Reiðhallarinnar Vindási sem í samræmi við samstæðureikningsskil og bókfært virði eignarhlutana í A-hlutanum er samtals 457 milljónir sem þessara félaga sem fara út í samstæðu. Langtímakröfur þær nema rúmum 1 milljarði, hækkun 32 milljónir á árinu en krafan á ríkissjóð vegna fasteignarinnar Brákarhlíð. Veltufjármunir þær eru óinnheimtar tekjur, þær standa í 684 milljónum og þegar búið er að taka tillit til tapsáhættu óinnheimtra tekna og hafa þær verið færðar niður samtals 279 milljónir sem sundurgreint í skýringu 13. Aðrar skammtímakröfur nema 42 milljónum sem aðallega krafa vegna endurkrafs virðisaukaskatts og handbært fé lækkar á árinu 397 milljónir og 266 milljónir í árslok. Hlutur Menntaskólans í handbæru fé 99 milljónir, Faxaflóahafnar 117 milljónir og Reiðhöllin og Nemendagarðar eiga þarna rúmar 8 milljónir og því samtals 224 milljónir sem sveitarfélagar hefur ekki ráðstöfunarrétt yfir. Heildareign sveitarfélagsins rúmir 15,6 milljarðar. Þá það eigið fé og skuldir á blaðsíðu 8. Eigið fé í árslok nam tæpum 7,2 milljörðum og þar af hlutdeild minnihluta í eigið fé 44 milljónir.
Lífeyrisskuldbindingin í árslok nemur tæpum 1,6 milljarði og þar af eru 72 milljónir sem koma til greiðslu á árinu 2026 og hækkun lífeyrisskuldbindinga milli ára 139 milljónir. Langtímaskuldir þær nema samtals rúmum 4,2 milljörðum í árslok og þar af eru næstas afborganir 277 milljónir. Lántaka var rúmur 1,1 milljarður og afborganir ársins námu 231 milljónir á árinu. Áætluð lántaka var 2,6 milljarðar. Skammtímaskuldir yfir lánastofnanir í árslok námu rúmum 1,3 milljarði en samkvæmt fjárhagsáætlun hafði bara verið gert ráð fyrir lántöku langtímalána en samanlögð lántaka ársins var því 2,5 milljarðar en áætluð lántaka var 2,6 milljarðar. Ástæða fyrir þessu að það er hluti þarna í skammtímalánum er bara að stjórnendur eru að að gæta þess að festa ekki sveitarfélagið inn í of háum vöxtum. Þannig að það er reyna að vera, þannig að gerum ekki athugasemdir við þetta þó að þannig sé ekki í rauninni áætlun fyrir þessu. Aðrar skammtímaskuldir nema svo 930 milljónum og eigið fé og skuldir því rúmir 15,6 milljarðar. Síðan er það sjóðstreymið á blaðsíðu 9 en það er mikilvægt skoðun ársreikningnum. Þar drögum við saman hverju reksturinn er að skila og hvernig fjármununum er ráðstafað til fjárfestinga og afborgana. Ef við byrjum að fara yfir A-hlutann þá er reksturinn að skila tæpum 372 milljónum að teknu tilliti til reiknaðra liða samanber áætlun upp á 456 milljónir og lækkar frá fyrra ári 296 milljónir. Og að teknu tilliti til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum þá er handbært fé til ráðstöfunar 155 milljónir samanborið við 728 milljónir á fyrra ári. Sveitarfélagið hefur þessar 155 milljónir til að ráðstafa í fjárfestingar og greiða afborganir vegna fjármögnunar án þess að ganga á handbæra fé. Fjárfestingarhreyfingarnar þær tóku til sín 2,7 milljarða og þar af er fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum upp á 3 milljarða sem er 32 milljónum krónum meira heldur en áætlun gerir ráð fyrir. Gatnagerðargjöld námu tæpum 9 milljónum og ógreitt vegna fjárfestinga tæpar 323 milljónir. Og fjármögnun þessara verkefna er svo mætt með lántöku og lækkun á handbæru fé auk handbærs fjár sem að reksturinn skilaði. Breytingar á skammtímaskuldum við lánastofnanir er 1,3 milljarður. Lántaka ársins nam rúmum 1,1 milljarði en áætlun gerði ráð fyrir lántöku upp á 2,6 milljarða. Afborganir langtímalána eru 223 milljónir og síðan eru afföll af lántöku ársins upp á rúma 44 milljónir sem munu dreifast á endurgreiðslutíma lánsins verða gjaldfærð með tilliti til virkra vaxta á endurgreiðslutíma lánsins. Og að teknu tilliti til fjárfestinga og fjármögnunarhreyfinga lækkar handbært fé A-hluta 254 milljónir en gert hafi verið ráð fyrir 13 milljónum króna hækkun. Handbært fé A-hluta er því 42 milljónir í árslok. Og svo er það þá á B-hlutinn að þar er reksturinn að skila 542 milljónum veltufé að teknu tilliti til reiknaðra liða samanborið við áætlun upp á 577 milljónir en lækkun frá fyrra ári 349 milljónir. Og að teknu tilliti til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum er handbært fé til ráðstöfunar 297 milljónir samanborið við 992 milljónir á fyrra ári. Fjárfestingarhreyfingarnar eru að taka til sín 2,9 milljarða. Þar af fjárfestingi í varanlegu rekstrarfjármunum 3,2 milljarðar sem er 42 milljónum krónum meira en áætlun gerir ráð fyrir. Og breyting á eignarhlutum í félögum eru tæpir 76 milljónir. Það er hlutur sveitarfélagsins og Menntaskóla Borgarfjarðar í nemendagörðum Menntaskólans Háses. Breyting á skammtímaskuldum við lánastofnanir 1,3, lántaka 1,1 milljarður. Afborganir á B-hlutanum voru 234 milljónir og handbært fé er því 266 milljónir í árslok. En þar af á Menntaskólinn, Faxaflóahafnir, Nemendagarður og Reiðhöllin samtals 224 milljónir og því er það handbært fé sem að sveitarfélagið með ráðstöfunarrétt yfir 42 milljónir.
Síðan á næstu síðum eru skýringar með ársreikningnum og langar bara að vekja athygli á skýringu 7 á bls. 14. Þar er rekstur sveitarfélagsins undirliðaður niður á málaflokka með samanburði við fjárhagsáætlun og fyrri ár. Og kannski það sem helst vekur athygli þar eru frávikin í félagsþjónustunni sem snýr að mestu leyti af endurgreiðslum sem var gert ráð fyrir í fjárhagsáætluninni en fengust ekki endurgreiddar. En sveitarfélagið var ekki með vilyrði fyrir þessum endurgreiðslum við áætlanagerðina, þannig að það er kannski Síðan er það í sorphirðunni, þar er töluverður hagnaður upp á 23 milljónir sem eru frávik upp á 25 milljónir frá áætlun og við bara hvetjum til þess að núna á árinu 2026 og áfram að þá verði svona bara hugað að því vel við gjaldskrárgerð málaflokksins að hún endurspegli raunkostnað málaflokksins. Hjálmaklettur, hann var rekinn með 4 milljóna króna tapi en áætlun hafði gert ráð fyrir hagnað upp á tæpa 10 milljónir og þar munar bara mestu hærri rekstrarkostnað en áætlun hafði verið gert ráð fyrir. Síðan í skýringu 8b að þar er fjallað nánar fjárfestingar og frávik frá þeim og þar má sjá að framkvæmdir við grunnskóla fóru fram úr heimildum upp á 97 milljónir. Framkvæmdir við íþróttamannvirkin sem að gengu mun hraðar á árinu en gert hafði verið ráð fyrir í áætlun en þar hafði ekki verið brugðist við með viðauka við fjárfestingaráætlunina og framkvæmdir fóru því 203 milljónir fram úr áætlun. En þegar framkvæmdir ganga mun hraðar en áætlanir gera ráð fyrir og ekki brugðist með viðauka hefur það áhrif á fjármögnunarhliðina og skammtímaskuldir og skammtímalántaka verður mögulega hærri auk þess sem að fjármagnskostnaður getur verið hærri. Framkvæmdir við Niðurrif og Brákarey fóru 35 milljónum fram úr áætlun og við viljum bara ítreka við sveitarstjórn að bregðast við með viðaukum við bæði fjárhags- og fjárfestingaráætlun þegar ljóst er að framgangur fjárfestinga er hraðari en áætlun gerir ráð fyrir eða fyrirsjáanlegt að þær muni fara fram úr fjárfestingaramma og bregðast þarf við slíku áður en til kostnaðarins kemur. Leikhús, safnahús og slökkvistöð eru töluvert undir áætlunum en framkvæmdir hafa ekki farið af stað auk þess sem framkvæmdir við gatna og gangstíga voru töluvert undir áætlun. Síðan bara að lokum bara vekja athygli á helstu lykiltölum sem eru á bls. 23 til 26 en þar er rekstrarjöfnuður A-hluta, hann var jákvæður upp á 689 milljónir og samstæðan er upp á 794 milljónir. Skuldaviðmið eins og Stefán kom inn á áðan fyrir A-hluta er 70,1% í árslok 2025 og skuldaviðmið samstæðan er 71,4% sem er langt undir hámarksviðmiðum sem eru 150%. Og þá hef ég bara lokið minni yfirferð en ef það er einhverjar spurningar þá er ég hér. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir það, Halldóra. Fyrir liggur bókun svohljóðandi. Samstæða Borgarbyggðar var rekin með 31 milljón króna halla á árinu 2025 og rekstur A-hluta var gerður upp með 92 milljón króna halla. Rekstrarhagnaður samstæðu fyrir afskriftir og fjármagnsliði var 334 milljónir króna en 67 milljónir króna af rekstri A-hluta. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er 233 milljónir króna undir áætlun sveitarfélagsins og skýrist frávik aðallega af 90 milljónir króna meiri hækkun lífeyrisskuldbindinga en áætlað var ásamt því sem 120 milljónir króna kostnaður við fjárhagsaðstoð við langtíma flóttafólk hefur ekki fengist endurgreiddur. Rekstrartekjur A-hluta Borgarbyggðar voru tæplega 6,7 milljarðar á árinu 2025 og jukust 1,4% á milli ára. Útsvarstekjur jukust 9,1% og voru 3,3 milljarðar króna og skatttekjur samtals jukust 6,8%. Veltufé frá rekstri samstæðu Borgarbyggðar var 542 milljónir króna sem samsvarar 7% framlegð en 372 milljónir króna af starfsemi A-hluta sem samsvarar 5,6% framlegð. Hreinar fjárfestingar í A-hluta Borgarbyggðar námu 2,7 milljörðum króna.
Þar standa 2 fjárfestingar upp úr, bygging nýs fjölnota íþróttahúss, knatthúss í Borgarnesi og endurbygging grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Þá var fjárfest í gatnagerð, endurbótum á íþróttahúsinu í Borgarnesi og niðurhafðir í Brákarey, svo eitthvað sé nefnt. Á árinu 2025 nam hrein ný lántaka A-hluta Borgarbyggðar 2,3 milljörðum króna og voru heildarskuldir og skuldbindingar samtals 6,5 milljarðar króna í árslok. Heildareignir voru bókfærðar á 13,2 milljarða króna í lok árs 2025 og eigið fé samtals 6,7 milljarða króna sem samsvarar 51% eigin fjárhlutfalli. Skuldamiðuð samstæðu var í lok árs 71,4% og 70,1% fyrir A-hluta. Á fyrri hluta þessa árs verður lokið við framkvæmdir við fjölnota íþróttahús, knatthús og gatnagerð við Vallarás og Kvöldhúshöfða í Borgarnesi. Nýr markaðsvegur fyrir lóðir í sveitarfélaginu er komin í loftið og ný hverfi tilbúin til uppbyggingar. Skuldsetning sveitarfélagsins hefur aukist samhliða uppbyggingu. Rekstur ársins 2025 var þyngri en áætlun gerði ráð fyrir og skuldir því ívið hærri undir lok árs 2025 en áætlað hafði verið. Á þessum tímapunkti metur byggðarráð það sem svo að hægt sé við að tekjur á árinu 2026 verði lægri en áætlun gerði ráð fyrir og þar er helst að horfa til framlaga frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga og endurgreiðslu vegna fjárhagsaðstoðar. Því er tilefni til að rýna reksturinn, fjárfestingar og lántöku ársins með það fyrir augum. Og forseti gefur orðið laust núna ársreikning Borgarbyggðar 2025. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins þá legg ég fram eftirfarandi bókun. Niðurstaða ársins 2025 eru ákveðin vonbrigði. Niðurstaðan afhjúpar það sem við sjálfstæðismenn höfum varað við á kjörtímabilinu. Það er nauðsyn þess að forgangsraða fjárfestingum í samræmi við fjárhagslega getu sveitarfélagsins. Þróunin á rekstri sveitarfélagsins á kjörtímabilinu hefur verið á þann veg að á sama tíma og rekstrarniðurstaða hefur versnað, þá er veruleg aukning á skuldum sveitarfélagsins. Þetta er mjög vond þróun sem verður að bregðast við. Þessi staða er alfarið á ábyrgð meirihluta Framsóknarflokksins sem er að skila sveitarfélaginu nú í lok kjörtímabils á mun verri stað fjárhagslega heldur en Framsókn tók við fyrir 4 árum. Takk fyrir það, Sigurður. Og orðið er ennþá laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja að vísa ársreikningi Borgarbyggðar 2025 til síðari umræðu að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Það var stutt og laggott. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 3 sem ber heitið viðauki við fjárhagsáætlun Borgarbyggðar 2026 með málsnúmeri 26.01.124. Forseti ætla kannski bara nota tækifærið og þakka Halldóru fyrir góða yfirferð og gott samstarf og í vinnu við ársreikninginn. Takk fyrir. Já, við erum í dagskrárlið númer 3 sem ber heitið viðauki við fjárhagsáætlun Borgarbyggðar 2026 með málsnúmeri 26.01.124 og þar er lagður fram viðauki 3 við fjárhagsáætlun ársins 2026. Er að ræða viðauka vegna afgreiðslu funda byggðarráðs númer 740 í eftirfarandi málum. Númer 26.03.133 lagt fram samkomulag vegna rekstrarstyrks rekstur GB á gólfvellinum Hamri. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagðan samning við Golfklúbb Borgarnes og gerður verði viðauki til að mæta kostnaðarauka sem honum fylgir. Málinu vísað til sveitarstjórnar og það var samþykkt samhljóða. Einnig afgreiðslu í máli númer 26.02.071. Þar er lögð fram drög að samkomulagi Kaupfélag Borgfirðinga vegna skerðingar á lóð við Egilsholt 1. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja samkomulag lúkningu máls milli Borgarbyggðar og Kaupfélags Borgfirðinga vegna skerðingar á lóð kaupfélagsins við Egilsholt 1. Sveitarstjóra falið að senda samning á
fyrirsvarsmenn KBA leggja fram í framhaldinu fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Byggðarráð leggur til að gerður verði viðauki vegna kostnaðar í tengslum við uppgjörið. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Viðauki 3 sem snýr að því að fjármagna langtíma rekstrarstyrk við Golfklúbb Borgarnes vegna reksturs á Hamarsvelli að fjárhæð 12 milljónir króna á yfirstandi ári og samkomulag við Kaupfélag Borgfirðinga vegna skerðingar á lóð í kjölfar framkvæmda sveitarfélagsins á svæðinu að fjárhæð 22,5 milljónir króna. Verður kostnaður mætt með lækkun á handbæru fé að fjárhæð samtals 34,5 milljónir króna. Hækka liðurinn skrifstofa og framkvæmdasvið verktakasamningsverk 22,5 milljónir króna og liðurinn íþróttafélagsstyrkir 12 milljónir króna. Sveitarstjórn samþykkir viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2026 með fyrirvara samþykki Skorradalshrepps. Sveitarstjóra falið að senda viðaukann til Skorradalshrepps til samþykktar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 5 sem ber heiti samræmda greiðslu til stuðningsfjölskyldna með málsnúmeru 2601/287 og það er afgreiðsla byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 737. Þar segir í bókun: verkefnahópi er samanstendur af fagaðilum hjá hverju sveitarfélagi á Vesturlandi var falið það verkefni að skoða gjaldskrá fyrir greiðslu stuðningsfjölskyldna, forsendur þeirra og samræma gjaldskrá á Vesturlandi. Skoðað var hvernig greiðslum til stuðningsfjölskyldna var háttað hjá nokkrum misfjölmennum sveitarfélögum á landinu og var lagt fyrir á fundi nr. 168 í velferðarnefnd. Meðfylgjandi eru framlögð gögn frá verkefnahópnum sem voru lögð fyrir á fundunum. Bókun velferðarnefndar var eftirfarandi: velferðarnefnd þakkar verkefnahópnum fyrir sitt framlag í því að móta grunn og sameiginlega gjaldskrá hér á Vesturlandi og velferðarnefnd samþykki fyrir sitt leyti að gjaldskrá þessi verið uppfærð í samræmi við það sem fram kemur. Málið lagt til frekari umræðu inn í byggðarráði og byggðarráð tók undir afgreiðslu velferðarnefndar og lagði til við sveitarstjórn að gjaldskráin verði uppfærð til samræmis við tillögurnar og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagða gjaldskrá með áætluðum breytingum og felur sveitarstjóra að birta hana. Ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 6 sem ber heiti Ugluklettur stækkun með málsnúmeru 2212/062 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 737 og þar var framlögð opnunarskýrsla útboðs vegna stækkunar á leikskólanum Uglukletti. Framlagt 7 tilboð bárust í verkið og stendur yfir rýnatilboðum, segir í bókun. Afgreiðsla fundi byggðarráðs nr. 739. Á fundi byggðarráðs nr. 738 dagsettur 26. mars var ákveðið að fresta ákvörðunartöku tilboðs fram að fundi byggðarráðs nr. 739 í ljósi þess að nú stendur yfir rýni á áætlun tekjur ársins 2026 og áhætta er metin til lækkunar og öll tilboð eru umfram kostnaðaráætlun. Hlöðver Ingi Gunnarsson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs og Kristín Gísladóttir, skólastjóri Uglukletti, komu til fundar sem sátu framan af umræðum þennan dagskrárlið. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að hafna öllum framkomnum boðum í verkið leikskólinn Ugluklettur stækkun sem bárust á útboðstíma í samræmi við kafla 046 í útboðsgögnum og 2. málsgrein 83. laga 2. málsgrein 83. laga nr. 120/2016 opinber innkaup. Ljóst er að öll boð voru yfir kostnaðaráætlun eða frá 11% til 50%. Í ljósi upplýsinga frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem kom fram nú á lokastigum útboðsferilsins gætu áætlaðar tekjur frá Jöfnunarsjóði orðið allt að 280 milljónir króna lægri en miðað er við í fjárhagsáætlun. Myndi það hafa veruleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins en það í bland við hærri tilboð miðað við kostnaðaráætlun gerir það að verkum að tilefni til að endurskoða rekstrar- og fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs og hafnar öllum framkomnum boðum í verki leikskólinn Ugluklettur stækkun sem bárust á útboðstíma í samræmi við kafla 046 í útboðsgögnum og 2. málsgrein 83. laga nr. 120/2016 opinber innkaup.
Ljóst er að öll boð voru yfir kostnaðaráætlun eða frá 11 til 50% í ljósi upplýsinga frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem komu fram nú á lokastigum útboðsferilsins gætu áætlaðar tekjur frá Jöfnunarsjóði orðið allt að 280 milljónum króna lægri en miðað við í fjárhagsáætlun. Myndi það hafa veruleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins en það í bland við hærri tilboð miðað við kostnaðaráætlun gerir það að verkum að tilefni til að endurskoða rekstrar- og fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin á dagskrárlið númer 7 sem ber heitið Kosningar í ráð og nefndir 2022–2026 með málsnúmeru 22.05.140 en skipa þarf nýjan fulltrúa í undirkjörstjórnir vegna tengsla kjörstjórnarmanna við frambjóðendur framkominna framboða fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Þar er lagt til að Sigríður Jóna Sigurðardóttir aðalmaður, hún hefur sagt sig úr undirkjörstjórn Lindatungukjördeildar, Guðmundur Sigurðsson aðalmaður og Sólrún Halla Bjarnadóttir aðalmenn hafa sagt sig úr undirkjörstjórn Kleppjárnsreykjadeildar og er þeim þakkað vel fyrir unnin störf. Lagt er til að Kolbrún Sveinsdóttir og Fjölnir Jónsson verði skipið sem aðalmenn í undirkjörstjórn Kleppjárnsreykjakjördeildar og lagt er til að Stefanía Hulda Þórðardóttir verði skipið sem aðalmaður í undirkjörstjórn Lindatungukjördeildar. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 8. dagskrárlið sem ber heitið Breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga með málsnúmeru 22.01.148 og það er viðauki 1 barnaverndarþjónustu Vesturlands við samning milli Hvalfjarðarsveitar og Borgarbyggðar rekstur sameiginlegrar barnaverndarþjónustu lagður fram. Viðaukinn var samþykktur í sveitarstjórn 12. desember 2024 en er lagður fram til endanlegrar staðfestingar eftir nánari yfirferð hjá ráðuneytum. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn fagnar þeim áfanga að búið sé að samþykkja viðauka 1 og að unnt sé að halda áfram að byggja gott samstarf á Vesturlandi með rekstur barnaverndarþjónustu. Sveitarstjórn staðfestir viðaukann fyrir sitt leyti með áorðnum breytingum sem voru litlar efnislega. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið sem ber heitið Gjaldskrá 2026 með málsnúmeru 2510-200. Þar er lagð fram uppfærð gjaldskrá fyrir framkvæmdaleyfi, þjónustugjöld, skipulagsfulltrúa og stofnanir lóða með áorðnum breytingum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir gjaldskrár fyrir framkvæmdaleyfi, þjónustugjöld, skipulagsfulltrúa og stofnanir lóða með áorðnum breytingum. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Sigurður. Já. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 10, aðkomuvegu að Fjölnotahúsi með málsnúmeru 26.03.024 og það er afgreiðsla byggðarráðsfundi númer 737 og það er yfirferð á fyrirhugaðri gatnagerð við aðkomuveg að Fjölnotahúsi við Þorsteinsgötu. Til fundarins komu Hlynur Ólafsson og Otto Ólafsson verkefnastjórar framkvæmda hjá Borgarbyggð. Byggðarráð samþykkti að fela sveitarstjóra að láta fara fram verðfyrirspurn á gatnagerð við aðkomu að Fjölnota íþróttahúsi í Borgarnesi. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að fara skuli fram verðfyrirspurn á gatnagerð við aðkomuveg við Fjölnota íþróttahúsi í Borgarnesi og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 11. mál á dagskrá ber heitið Úrskurður örnefnanefndar vegna bæjanafna í Borgarbyggð með málsnúmeru 26.03.187. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 738 og þar er framlagður úrskurður örnefnanefndar bæjarheitið Heima, landsnúmeru 23.0596 og bæjarheitin Vanaheim, landnúmer 23.7771 og Jötunheim, landnúmer 23.7773. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi það er í rauninni bara úrskurðirnir eru framlagðir hér, það er ekki samþykkja. Við erum komin að dagskrárlið númer 12 sem ber heitið Háskólinn á Bifröst fulltrúaráð og stjórn endurnýjun 2026 með málsnúmeru 26.03.309 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 739.
Tilnefningar á fulltrúum Borgarbyggðar í fulltrúaráð og stjórn Háskólans á Bifröst. Byggðarráð Borgarbyggðar leggur til við sveitarstjórn að tilnefna Guðveigu Lindu Eyglóardóttur sem aðalmann í stjórn Háskólans á Bifröst og Bjarneyju Öll Bjarnadóttur sem varamann hennar. Þá leggur byggðarráð til að Brynja Þorsteinsdóttir verði fulltrúi Borgarbyggðar í fulltrúaráði og Sigrún Ólafsdóttir verði varamaður. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að tilnefna Guðveigu Lindu Eyglóardóttur sem aðalmann í stjórn Háskólans á Bifröst og Bjarneyju Öll Bjarnadóttur sem varamann hennar. Sveitarstjórn tilnefnir Brynju Þorsteinsdóttur sem fulltrúa Borgarbyggðar og Sigrúnu Ólafsdóttur sem varamann hennar í fulltrúaráð Háskólans á Bifröst. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin á 13. lið á dagskrá sem ber heiti beiðni frá Golfklúbbi Borgarnes um langtíma rekstrarstyrk með málsnúmeru 2603-133 og það er afgreiðsla frá fundi biðraðsnúmer 740 og þar var lagt fram samkomulag vegna rekstrarstyrks rekstur á golfvellinum á Hamri. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagðan samning við Golfklúbb Borgarnes og gerður verði viðauki til að mæta kostnaðarauka sem honum fylgir og málinu vísað til sveitarstjórnar og við höfum nú þegar fjallað þetta hér í viðauka en forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir samning rekstur golfvallarins að Hamri, Hamarsvöll við Golfklúbb Borgarnes og felur sveitarstjóra að undirrita samninginn og býð þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 14. lið á dagskrá sem ber heitið fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts á baðlón með málsnúmeru 2604-005 og það er afgreiðsla frá fundi biðraðsnúmer 740 þar sem fjallað var áform ríkisvaldsins að hækka virðisaukaskatt á baðlón en ljóst er að slík hækkun hefur bein áhrif á baðlánastarfsemi, ferðaþjónustu og mögulega aðra atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu. Í bókun byggðarráðs segir fyrir helgina birti ríkisstjórnin áform að hækkun virðisaukaskatt á baðlón. Þessi hækkun snertir að minnstakosti Kraumu og Giljaböðin í Húsafelli beint en ljóst er að neikvæð áhrif gætu hæglega smitast yfir aðra atvinnustarfsemi í Borgarbyggð. Mikil fjárfesting hefur átt sér stað í ferðaþjónustu í Borgarbyggð síðustu ár sem hefur haft jákvæð áhrif á atvinnulíf í sveitarfélaginu. Þetta er því mál sem snertir ekki aðeins rekstur fárra fyrirtækja heldur alla virðiskeðju ferðaþjónustunnar. Baðlónin í Borgarbyggð eru mikilvægir seglar í ferðaþjónustusvæðinu sem draga að ferðamenn og styðja við fjölbreyttari atvinnutækifæri, meiri dreifingu ferðamanna og þjónustu svo að aukin verðmæti verði eftir á svæðunum sjálfum. Baðlón eru samkvæmt könnun Ferðamálastofu vinsælasta afþreying bæði erlendra og innlendra ferðamanna. Þá hefur íslensk baðmenning nýlega verið viðurkennd á heimsminjaskrá UNESCO og er því nú enn sterkari sem helsta sérstæða landsins hvað varðar markaðssetningu til verðmætari ferðamanna til framtíðar. Byggðarráð Borgarbyggðar lýsir áhyggjum af því að þessi áform eigi eftir að hafa neikvæð og kólnandi áhrif á ferðaþjónustuna og skorar á stjórnvöld að falla frá þessum áformum með skattahækkun. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Sveitarstjórn tekur undir bókun byggðarráðs og áskorun á stjórnvöld að falla frá áformum með skattahækkun. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 15. dagskrárlið sem ber heitið Egilsholt 1 lóðafrágangur með málsnúmeru 2602-071 og það er afgreiðsla frá fundi biðraðsnúmer 740. Þar voru lögð fram drög á samkomulagi við Kaupfélag Borgfirðinga vegna skerðingar á lóð við Egilsholt 1 og byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja samkomulag lúkningu máls milli Borgarbyggðar og Kaupfélags Borgfirðinga vegna skerðingar á lóð kaupfélagsins við Egilsholt 1. Sveitarstjóra falið að senda samninga á fyrirsvarsmenn KB og leggja fram í framhaldinu fyrir sveitarstjórn til samþykktar og byggðarráð leggur til að gerð verði viðauki vegna kostnaðar í tengslum við uppgerð. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir samning lúkningu máls milli Borgarbyggðar og Kaupfélags Borgfirðinga og felur sveitarstjóra að undirrita samninginn og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 16. lið á dagskrá sem ber heitið útboð á hýsingu, kerfisrekstri og notendaþjónustu tæknilegra innviða með málsnúmeru 2510-364 og það er afgreiðsla funda byggðarráðs nr. 740 og þar er lögð fram opnunarskýrsla vegna útboðs á hýsingu, kerfisrekstri og notendaþjónustu tæknilegra innviða. Byggðarráð leggur til að valið verði tilboð Advania EHF kennitala 590269 7199 í útboði nr. 2510-364.
hýsing og rekstur upplýsingatækni umhverfis borgarbyggðar auk notendaþjónustu og vísa máli undir sveitarstjórnar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu biðráðs og velur tilboð Advania ehf. Kennitala 590269 7199 í útboði nr. 25 10 364, hýsing og rekstur upplýsingatækni umhverfis borgarbyggðar auk notendaþjónustu. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að máli nr. 17 sem ber heiti fyrirhugað lokanir á Hvalfjarðargöngum með málsnúmeri 260410 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 740. Þar segir í bókun byggðarráðs Hvalfjarðargöng verða lokuð aðfaranótt mánudags til föstudags frá kl. 21:30 til 06 að morgni frá 7. apríl til 29. maí. Opið verður fyrir umferð aðfaranætur laugardags og sunnudags. Vegna endurnýjar á lýsingu í Hvalfjarðargöngum er hafið tímabil þar sem göngin verða lokuð fyrir umferð á virkum dögum frá kl. 21:30 til 6 á morgnana til 29. maí. Á þeim tíma verður umferð vísað Hvalfjörð. Hvalfjarðargöng eru mikilvæg lífað fyrir Vesturland og sífellt fyrir treyst á göngin, svo sem vegna atvinnu eða skóla. Endurbætur á lýsingu í göngunum er fagnaðarefni en afleitt að það leiði til tímabundinnar lokunar. Byggðarráð leggur áherslu á að tryggt verði að bráðaþjónusta geti eftir sem áður átt greiða leið göngin og þá hvetur byggðarráð Vegagerðina og verktaka til að sýna sveigjanleika ef brýnir hagsmunir eru í húfi og sýna ákveðið meðalhóf með því að bjóða upp á fylgdarakstur þegar það er mögulegt. Tímabundin lokun Hvalfjarðarganga sýnir enn og aftur mikilvægi þess fyrir Vesturland að fjölga heilsárssamgönguleiðum milli landshlutans, höfuðborgarsvæðisins og Suðurlands, svo sem með uppbyggingu heilsársvegar Uxarhryggi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs. Það liggur fyrir sveitarstjórn tekur undir bókun byggðarráðs og ítrekar að mikilvægt sé að tryggja nauðsynlega umferð göngin á meðan að framkvæmdir stendur með því að marki sem mögulegt er og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 18. liðar dagskrár sem ber heiti útboð á skóla- og tómstundaakstri fyrir skólaárið 2026-27 með málsnúmeri 2509-087 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 740 þar sem kynnt voru drög að útboði skólaakstri. Byggðarráð lagði til að skólaakstur verði boðinn út í 4 ára og sveitarstjóra falið að vinna áfram á útboðsgögnum í samræmi við umræður á fundi og leggja fyrir sveitarstjórn. Hér í dag liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun sem er svohljóðandi að sveitarstjórn samþykki að gerð verði sú breyting á framlögum útboðsgögnum að sett verði skilyrði að allir bílar sem aka malarvegi sveitarfélagsins séu með fjórhjólatrif og gerður 24 mánaða aðlögunartími af því frá gildistöku. Að öðru leyti samþykki sveitarstjórn að láta fara fram útboð á skólaakstri á grundvelli framlagðra útboðsgagna. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Ragnhildur Eva hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Við sem búum og störfum í dreifbýlinu vitum að þjónustan í dreifbýlinu er með öðrum hætti en í þéttbýli. Vegalengdir eru lengri, vegir oft þrengri og veðurfari misjafnt eins og gengur og gerist. Og skólaakstur er ekki bara þjónusta. Hann snýst ekki einungis að koma fólki á milli staða, heldur snýst hann börn. Það dýrmætasta sem samfélagið á. Og því verðum við að spyrja okkur, erum við að gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja öruggan og áreiðanlegan akstur við allar aðstæður? Skólaakstur í dreifbýli er ekki sambærilegur við akstur innan þéttbýlisins. Ekið er fjallvegi, malarvegi og vegir sem geta versnað hratt í veðrabrigðum. Þrátt fyrir það eigum við allt of oft þá umræðu að kröfur til búnaðar séu of strangar eða of dýrar. Þegar við ræðum fjórhjóladrif skólabíla í dreifbýlinu verðum við að staldra við og átta okkur á því að fjórhjóladrif er ekki lúxus, heldur nauðsyn í þessum kringumstæðum. Fjórhjóladrif eykur akstursöryggi til muna við þær aðstæður sem algengar eru í dreifðum byggðum, í hálku, snjó, bröttum brekkum og ójöfnum vegum.
þá skiptir þetta sköpum. Þetta snýst öryggi barna og þegar kemur öryggi barna ætti spurningin aldrei að vera hvort það borgi sig. Heldur hvað gerist ef við sleppum því? Þegar sveitarfélög bjóða út skólaakstur og velja til dæmis lægsta boð, án þess að gera raunhæfar kröfur með aðstæður, þá það pólitísk ákvörðun. Þegar horft fyrst og fremst til kostnaðar en ekki áhættu, þá það pólitísk forgangsröðun. Og þegar börn í dreifbýli sitja eftir með lakari öryggisbúnað, þá það spurning jafnræði. Raunverulegt jafnræði felst ekki í því að allir fái alltaf það sama, heldur að allir fái það sem þeir þurfa. Börn í dreifbýlinu þurfa skólabíla sem ráða við aðstæður dreifbýlisins. Þegar við tökum ákvarðanir skólaakstur, bílakost og kröfur til þjónustuaðila, skulum við hafa hugrekki til að setja öryggi í fyrsta sæti. Fjórhjóladrifið skólabílaakstri er ekki tákn óhóf, heldur ábyrgð. Það ábyrgð gagnvart börnum, ábyrgð gagnvart foreldrum og ábyrgð gagnvart samfélaginu til framtíðar. Já, fjórhjóladrif getur verið dýrara til skamms tíma. En hér að ræða val. Val það hvort við lítum á skólaakstur sem einfaldan samning eða sem samfélagslega ábyrgð. Val hvort dreifbýlið fái raunhæfa þjónustu eða bara lágmarkslausnir. Fjórhjóladrifið skólabílaakstri er yfirlýsing. Það er yfirlýsing það að við ætlum að setja öryggi barna í fyrsta sæti. Og því fagna ég því að við ætlum að bóka með þessum hætti. Takk fyrir það, Ragnhildur Eva. Sigrún Ólafsdóttir beðið orðið. Forseti, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Ég ætla að taka undir hvert einasta orð hjá henni Ragnhildi í þessu máli. Það er hundleiðinlegt að þurfa alltaf að taka umræðu með svona miklum þunga svona mál. Og þetta er ekki eina máli sem lýtur að mismun á dreifbýli og þéttbýli. Og ég er síðasta manneskja til þess að etja því saman, dreifbýli og þéttbýli. Ég var Borgnesingur í 14 ár og er algjörlega þannig stemmd og hef alltaf verið að vinna eins að hagsmunum íbúa sama hvar þeir búa. En þessi þunga leiðinlega umræða og umræðu hefð sem hefur skapast ákveðin mál sem snerta oft á tíðum börn, skólamál, annað slíkt, sem kemur þá mismunur þéttbýli eða dreifbýli, hann er óþolandi. Og ég ætla bara að biðla til þeirra sem hér að bjóða sig fram til þess að vinna fyrir sveitarfélagið í framhaldi að hugsa þetta. Þetta er ekki bara kerlingatuð. Þetta er málefni sem snertir ótrúlega marga vegna þess að það að vera og bera ábyrgð á skólaakstri í víðfeðmu sveitarfélagi. Í sveitarfélagi þar sem að ástand vega eins og á mörgum öðrum stöðum er óásættanlegt. Sveitarfélagi sem að innan gæsalappa státar af því að vera með eitt lengsta malarvegakerfi sveitarfélag á Íslandi og því er ekki vel við haldið. Ég hef rosalegar áhyggjur af mörgu að þessu lýtur og vil þess vegna bara brýna fólk að leggja áherslu á þetta og vera meðvitað þetta alla daga. Það er mikil ábyrgð sem fylgir því og kannski ekki allir sem átta sig á því hvað það er að setja 6 ára gömul börn upp í bíl hjá ókunnugu fólki og nú tekið það fram, ég ber traust til þeirra skólabílstjóra sem nú eru og vonandi allra þeirra sem áfram koma, en það er ekkert sjálfgefið að við getum náð að tryggja það þannig. Það er ekki sjálfgefið. Þannig að þess vegna finnst mér þetta skipta svo ofsalega miklu máli að fólk setji sig í spor þeirra sem að bara verða og skulu og sem betur fer nýta sér þessa þjónustu, að það er svo mikið í húfi að það sé hugsað að þetta sé gert
með öryggið algjörlega í fyrsta sæti. Og ég veit að það er hundleiðilegt að hlusta á svona tuð aftur og aftur, en þetta er bara sláandi þegar þetta kemur fyrir aftur og aftur og aftur. En ég vil fagna þó þeirri lendingu sem að nú felst í þessari bóku sem verður samþykkt hér á eftir. Ég vil hins vegar segja, þegar ég var að skoða gögnin og líta yfir farinn veg okkar sem að bara hefum setið hérna síðasta kjörtímabil, ég er ekki rosalega stolt af því hvar frístundaakstur í dreifbýli er staddur. Ég er ekki stolt af því og ég vona innilega að fólk beri gæfu til að gera betur. En þessi bókun, ég styð hana, það er komið inn það sem að við erum að ræða hér og ég bara árétta og bið þá sem að við keflinum taka, þetta er ekkert tuð, þetta er ekkert grín, þetta er dauðans alvara og þá að vinna máli samkvæmt því. Takk. Takk fyrir það. Eða var Ólafur Þraustason, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn, starfsfólk og aðrir áhorfendur. Mér langaði bara aðeins að koma hérna upp og byrja á því að taka undir þessi orð, bæði hjá þér Ragnhildur og þér Sigrún, fagna þessu. Bara svo það misskilist ekki í þessari umræðu, þá ætla ég samt að fá að segja hér, og ég held ég segja að fara með rétt mál, að bílstjórar sem hafa verið að taka þátt í þessum útboðum hjá okkur og eru að sinna þessum akstri í dag, hafa ekki verið að gefa afslátt af fjórhjóladrifi. Þannig að þetta skilist ekki þannig að það eru náttúrulega bara fagmenn sem hafa verið að nota tæki þetta sem í flestu tilfellum eru ásættanleg. En ég fagna því aftur á móti að við séum búin að skrifa þetta núna inn og þetta verði vonandi samþykkt rétt á eftir. Þannig að þetta sé bara á hreinu til lengri tíma. Takk fyrir. Takk fyrir það, Elvar. Já, ég held að það sé engin andstæða við þessa breytingu. En orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá les ég aftur tillögu að þeirri bókun sem liggur fyrir, sem er svohljóðandi. Sveitarstjórn samþykkir að gerð verði sú breyting á framlögðum útboðsgögnum að sett verði skilyrði að allir bílar sem akar malarvegi sveitarfélagsins séu með fjórhjóladrif og gerður 24 mánaða aðlögunartími að því skilyrði frá gildistöku. Að öðru leyti samþykkir sveitarstjórn að láta fara fram útboð á skólaakstri á grundvelli framlagðra útboðsgagna og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 19 ber heitið Sveitarstjórnarkosningar 2026 með málsnúmeri 26-01070 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 740 og þar er lagt fram minnisblað staðsetningu og opnunartíma kjörstaða í Borgarbyggð og Skorradalshreppi. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að staðfesta staðsetningar og opnunartíma kjörstaða vegna sveitarstjórnarkosninga 2026 að fyrirkomulagið verði eftirfarandi. Kjörstaðir verða óbreyttir frá því sem áður hefur verið í Borgarbyggð eða samkvæmt gildandi samþykktu sveitarfélagsins. Samþykkt hefur verið að Skorradalur verði ein sérstök kjördeil samanber mál nr. 26.02.076 sem tekið var fyrir þann 12. febrúar síðastliðinn í sveitarstjórn Borgarbyggðar og mál nr. 26.02.001 sem var tekið fyrir í hreppsnefnd Skorradals þann 3. febrúar síðastliðinn. Borgarneskjördeild mun þjóna íbúum sem búa á svæði milli Hítarár og Gljúfrár ásamt íbúum Hvanneyrar og Andakíls. Kosið verður í Hjálmakletti. Kjörfundur hefst klukkan 9 og lýkur klukkan 22. Þinghamarskjördeild verður fyrir íbúa Stafholtstungna, Norðurárdals, Bifrastar og Þverárhlíðar. Kosið verður í Þinghamri. Kjörfundur hefst klukkan 10 og lýkur klukkan 20. Lindatungukjördeild er áætlað íbúum sem búa á svæðinu milli Hítarár og Hafnarfjarðar. Kosið verður í félagsheimilinu Lindatungu. Yfirkjörstjórn leggur til að opnunartími Lindatungukjördeild verði styttur 2 klukkutíma en kjörfundur mun hefjast klukkan 10 og ljúka klukkan 18. Kleppjárnsreykjakjördeild verður fyrir íbúa bæjarsveitar, Lundareykjadals, Flókadals, Reykholtsdals, Hvítársíðu og Hálsasveitar. Kosið verður í grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Yfirkjörstjórn leggur til að opnunartími Kleppjárnsreykjakjördeildar verður styttur og í takt við opnunartíma í Þinghamarskjördeild eða frá klukkan 10 og myndi ljúka klukkan 20. Skorradalskjördeild verður fyrir íbúa Skorradals. Kosið verður í Laugabúð. Kjörfundur hefst klukkan 10 og lýkur klukkan 18. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja þá bókun sem ég las hér að framan upp að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að dagskrá númer 20 sem ber heitið fjárhagsáætlun Skorradalshrepps 2026 með málsnúmeri 2511-065. Það er afgreiðsla byggðarlags frá fundi númer 738. Það er framlagður viðauki númer 1 við fjárhagsáætlun Skorradalshrepps 2026. Byggðarráð felur sveitarstjóra að óska eftir samtali við Skorradalshrepp um fyrirkomulag framkvæmda vegna ljósleiðara í Skorradalshreppi, segir í bókun. Forseti gefur orðið laust um þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun Skorradalshrepps fyrir árið 2026. Við þá fulltrúa sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 21. mál á dagskrá ber heitið samningur umhirðu og slátt á opnum svæðum á Hvanneyri með málsnúmeri 2603-108. Það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 72 og þar er farið yfir drög að samningi við Landbúnaðarháskóla Íslands umhirðu opinna svæða á Hvanneyri. Í drögunum er gert ráð fyrir að skólinn haldi ekki utan vinnuskólann á Hvanneyri eins og verið hefur. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykkir fyrir sitt leyti drög að samningi og sendir þau til sveitarstjórnar til staðfestingar. Forseti gefur orðið laust um þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir samning við Landbúnaðarháskóla Íslands umhirðu opinna svæða á Hvanneyri og felur sveitarstjóra að undirrita samkomulagið. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að liði númer 22 sem ber heitið umsagnir skipulagsmál með málsnúmeri 2603-342. Það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 85 en þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að gera ekki athugasemd við vinnslutillögu aðalskipulags Húnabyggðar 2025-2037 en óskar eftir að hafa skipulagið til umsagnar á síðari stigum. Forseti gefur orðið laust um þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við vinnslutillögu aðalskipulags Húnabyggðar 2025-37 að svo stöddu en óskar eftir að fá skipulagið til umsagnar á síðari stigum. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að ljúka við umsögn og senda til Skipulagsstofnunar. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið númer 23 sem ber heitið Húsafell 3, umsókn breyting á deiliskipulagi, Stóra Rjóður 6, landnúmer 134495 með málsnúmer 2601-020. Það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 85 og það segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breyting á deiliskipulagi Stuttarbotna fyrir lóðina Stóra Rjóður 6. Breytingin er sett fram í greinargerð og uppdrætti dagsettu 5.1.2026. Breytingin felst í því að byggingarreitur sem er lengdur um nokkra metra til norðurs og suðausturs, auk þess sem hann er einnig settur utan núverandi fylgihús sem er á lóðinni en húsið stendur nær lóðumörkum en 10 metra. Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags halda óbreyttir. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að svara framkomnum athugasemdum og koma þeim að framfæri við málsaðila. Forseti gefur orðið laust um þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóð og svo liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir óverulega breytingu á deiliskipulagi Stuttarbotna fyrir lóðina Stóra Rjóður 6. Breytingin er sett fram í greinargerð á uppdrætti dagsettum 5.1.2026. Breytingin felst í því að byggingarreitur er lengdur um nokkra metra til norðausturs og suðausturs, auk þess sem hann er einnig settur utan núverandi fylgihús sem er á lóðinni en húsið stendur nær lóðamörkum en 10 metrar. Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags haldast óbreyttir. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið númer 24 sem ber heitið Skúlagata 14, umsókn lóðaleigusamning með málsnúmeri 2602-002 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 85 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að endurnýja lóðaleigusamning fyrir lóðina Skúlagötu 14. Auk þess leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja afmörkun lóðar og þegar merkilýsandi hefur afmarkað lóðina í landareikningaskrá HMS og skilaði undirrituðu gögnum til sveitarfélagsins. Forseti gefur orðið laust um þennan dagskrárlið.
Það er enginn sem kveður sig þjóðhljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að endurskoða lóðaleigusamning fyrir lóðina Skúlagötu 14. Auk þess samþykkir sveitarstjórn afmörkun lóða þegar merkilýsandi hefur afmarkað lóðina í landareignarskrá HMS og skilað inn undirrituðum gögnum til sveitarfélagsins. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrá númer 25 sem ber heitið Hamar, umsókn stofnun lóða með málsnúmeru 2603/285 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 85. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja stofnun 3406,7 fermetra lóð Hamar, gólfsvæði 1 og 796,3 fermetra lóð Hamar, Gamli bær úr landi Hamars, landnúmer 135401, þegar merkjalýsandi hefur afmarkað lóðina í landareignarskrá HMS og skilað inn undirrituðum gögnum til sveitarfélagsins. Lóðirnar fara í notkunarflokkinn lóð. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir stofnun 3406,7 fermetra lóðar Hamar, gólfsvæði og 796,3 fermetra lóð Hamar, Gamli bær úr landi Hamars þegar merkjalýsandi hefur afmarkað lóðina í landareignarskrá HMS og skilað inn undirrituðum gögnum til sveitarfélagsins. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið númer 26 sem ber heitið Vanheim, umsókn breyting á landnotkun F2535-890 með málsnúmeru 2511-125. Það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 85 og þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja skráningu lóðarinnar Vanaheim úr viðskipta- og þjónustulóð í íbúðarhúsalóð. Nefndin bendir á úrskurð örnefnanefndar mál númer 2/2026 bæjarheitin Vanaheim og Jötunheim. Forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir skráningu lóðarinnar Vanaheim úr viðskipta- og þjónustulóð í íbúðarhúsalóð. Sveitarstjórn ítrekar jafnframt ábendingu skipulags- og byggingarnefndar úrskurð örnefnanefndar mál númer 2/2026 bæjarheitin Vanaheim og Jötunheim. Við biðjum þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Mál númer 27 á dagskrá ber heitið Syðstufossar, umsókn framkvæmdaleyfi 133909 með málsnúmeru 2504/020 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 85 og þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja útgáfu framkvæmdaleyfis þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga númer 123/2010. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa svara framkomnum athugasemdum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga númer 123/2010. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 28. liður á dagskrá ber heitið Framlenging á samningi söfnun dýraleiga með málsnúmeru 2604/043 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 72 og samkvæmt samningi söfnun dýraleiga frá 2024 er heimild til að framlengja á samningi tvisvar sinnum 1 ár þannig að samningstími getur mest orðið 4 ár. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga númer 123. Fyrirgefðu. Sveitarstjórn staðfestir að framlengdur verður samningur söfnun dýralaga við HSS verktaka EHF á grundvelli 4. greinar í þjónustusamningi á milli aðila frá árinu 2024. Afsakið þetta, forseti komið greiðlega eitthvað svona lestrarleiðslu hérna. Við biðjum þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Forseti óskar eftir fundarhlé.
Já, þá höldum við áfram aftur. Við vorum aðeins að samræma dagskrána hjá okkur og þá dagskrá sem í útsendingunni, þannig að hljóð og mynd fari saman í texta. En við erum komin á dagskrárlið númer 29 og það er aðalfundur Sorpurinnar Vesturlands 2026 með málsnúmeri 26.03.041 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 737. En aðalfundur Sorpurinnar Vesturlands fór fram 25. mars. Byggðarráð tilnefndi Finnboga Leifsson og Kristján Ágúst Magnússon sem fulltrúa sveitarfélagsins í stjórn og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þær tilnefningar að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrá númer 30 sem ber heitið Mál í samráðsgátt, flýting uppbyggingar raforkuinnviða og einföldun regluverks með málsnúmeri 26.03.130. Það er afgreiðsla fundar byggðarráðs númer 737 og þar segir í bókun í samráðsgátt er kynning á áformum umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra lagasetningu flýtingu uppbyggingar raforkuinnviða og einföldun regluverks. Byggðarráð tekur undir að tilefni er til að skoða með hvað hætti gera megi regluverk vegna uppbyggingar raforkuinnviða skilvirkara. Uppbygging orkuinnviða er velferðar- og öryggismál fyrir landsmenn alla. Aukin skilvirkni má hins vegar ekki vera á kostnað landeiganda eða sveitarfélaga. Byggðarráð og sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur ítrekað bent á að sjónarmið sanngjarnan hlut landeiganda og nærsamfélaga og uppbyggingu orkuinnviða getur auðveldlega farið saman. Framleiðsla og flutningur á raforku skapar mikil verðmæti fyrir íslenskt samfélag. Það er óviðunandi að sú verðmætasköpun sé á kostnað landeiganda eða samfélaga fjarri þeim stað er orkan er nýtt. Það er sanngirnismál að greitt sé eðlilegt verð fyrir það land sem tekið er undir orkumannvirki. Það verð hlýtur að taka mið af þeim skorðum sem mannvirkin setur á nýtingu lands og þeim miklu verðmætum sem þeim er ætlað að skapa. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur eftirfarandi til að bókun. Sveitarstjórn tekur undir bókun byggðarráðs og ítrekar að endurskoða þurfi regluverk vegna uppbyggingar orkuinnviða með það að markmiði að gera það skilvirkara, auka gagnsæi og gæta að hagsmunum landeiganda og nærsamfélaga í ferlinu. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 31 sem ber heitið aðalfundarbúð Reiðhallarinnar Vindási 2026 með málsnúmeri 26.03.241. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 738 og þar var lagt fram boð á aðalfundi Reiðhallarinnar Vindási sem fór fram 9. apríl. Byggðarráð fól Davíð Sigurðsson að mæta á fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að staðfesta umboð Davíð Sigurðsson á aðalfund Reiðhallarinnar fyrir hönd sveitarfélagsins að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 32. liður á dagskrá aðalfundi Veiðifélags Langar með málsnúmeri 26.03.345 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 739 þar sem var lagt fram fundarboð á aðalfund Veiðifélags Langar og þetta er framlagt, þetta fundarboð. 33. liður á dagskrá aðalfundi Veiðifélags Hítara 2026 með málsnúmeri 26.04.022 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 740. Það er fundarboð á aðalfund Veiðifélags Hítara lagt fram. Þetta er sömuleiðis framlagt. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 34. Það er umsagnarmál frá Alþingi 2026 með málsnúmeri 26.01.170 og það er afgreiðsla fundar byggðarráðs númer 740 þar sem framlögð tillaga að umsögn vegna málsnúmeri 582 einföldun regluverks og aukin skilvirkni eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum. Samanber afgreiðslu fundar byggðarráðs númer 739. Samstarf sveitarfélaga rekstur heilbrigðiseftirlits Vesturlands verið farsælt. Er að ræða mjög mikilvæga þjónustu fyrir íbúa, stofnanir og atvinnulíf þar sem staðbundin þekking getur skipt sköpun. Þetta er starfsemi sem byggir á öflugu starfsfólki með staðgóða þekkingu sem er reiðubúið að bregðast hratt við. Mjög vel ígrunduð rök þurfa að búa að baki því að ráðast í svo stóra kerfisbreytingu sem frumvarpið felur í sér. Þau eru ekki komið fram svo sannfærandi sé og mikil vafi leikur að kerfisbreytingin verði til batnaðar. Byggðarráð Borgarbyggðar ítrekar því fyrri afstöðu sína til fyrirhugaðra breytinga á lögum um einföldun regluverks og aukna skilvirkni eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum. Í bókun frá fundi 720 í Byggðarráði frá 18. september 2025 segir ef svo fer sem horfir virðist lögð aukin áhersla á miðstýringu eftirlitsstofnana sem getur haft í för með sér staðbundin þekking geti tapast.
þjónustulund minnki, viðbragðstími lengist og kostnaður notenda hækki. Byggðarráð telur að þessi sjónarmið séu enn í fullu gildi. Sveitarfélagið tekur undir þær áhyggjur sem fram komu í umsögnum Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Augljóst er að fyrirhugaðar breytingar feli í sér verulega tilfærslu á verkefnum og ábyrgð frá sveitarfélögum til ríkisins sem mun hafa áhrif á gæði þjónustu, framkvæmd eftirlits og samstarf stofnana. Mikil hætta er á að staðbundin þekking og reynsla sem byggst hefur upp innan heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga á löngum tíma glatist eða veikist. Það mun leiða til minni þjónustulunda, lengri viðbragðstíma og aukins kostnaðar fyrir íbúa og atvinnulíf, auk þess sem hún getur dregið úr sveigjanleika og skilvirkni í framkvæmd eftirlits. Byggðarráð telur að frumvarpið gerir of lítið úr mikilvægi þess að eftirlit með hollustuháttum og mengunarvörnum sé nálægt vettvangi. Nálægð við íbúa og fyrirtæki eru lykilforsendur stöðugs árangursríks eftirlits og stuðla að trausti, skilvirkum samskiptum og betri niðurstöðum. Byggðarráð telur að ekki hafi verið sýnt fram á að þær breytingar sem lagðar eru til muni í raun leiða til aukinnar skilvirkni eða einföldunar í framkvæmd. Þvert á móti óttast Byggðarráð að breytingin hafi neikvæð áhrif á þjónustustig, kostnað og gæði eftirlits. Að lokum leggur Byggðarráð áherslu á að skýrt liggi fyrir hvernig verkaskiptingu og ábyrgð milli ríkis og sveitarfélaga verði háttað. Þennan þátt þarf að skýra mun betur í frumvarpinu. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn tekur undir bókun Byggðarráðs og felur sveitarstjóra að koma umsögninni á framfæri. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Einhver sem á móti, einn sem á móti, en samþykkt á öðru leyti. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 35 sem ber heiti breyting á fundatíma sveitarstjórnar í maí í málsnúmeri 2604-099 en reglulegu fundur sveitarstjórnar á að vera þann 14. maí næstkomandi en kemur sá dagur upp á uppstillingadegi og því lagt til að næsti fundur sveitarstjórnar fari fram 13. maí næstkomandi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að reglulegu fundur sveitarstjórnar verði færður til 13. maí næstkomandi. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 36 sem ber heiti breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga með málsnúmeri 22.01.148 og það afgreiðsla frá fundi velferðarnefndar nr. 170 og þar lagður fram viðauki við samþykktir sveitarfélagsins vegna fullnaðarafgreiðslu mála hjá Barnaverndarþjónustu Vesturlands samkvæmt 3. málsgrein 12. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Velferðarnefnd samþykkir viðauka við samþykktir sveitarfélagsins og vísar til staðfestingar í sveitarstjórn. Drög að viðauka við samþykktum stjórn Borgarbyggðar vegna fullnaðarafgreiðslu mála hjá Barnaverndarþjónustu Vesturlands samkvæmt 3. málsgrein 12. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 lagður fram til fyrri umræðu. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framkomna breytingu á samþykktum fyrir sitt leyti og fyrir sveitarstjóra að fullvinna þar er vísað til síðari umræðu í sveitarstjórn. Forseti biður eftir fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 37 og það mál sett á dagskrá að beiðni Evu Margrétar Jónadóttur sveitarstjórnarfulltrúa þar sem er lögð fram eftirfarandi tillaga. Undirrituð leggur til að tekið verði saman kostnaðarmat og tillaga útfærslu á mögulegri lengingu opnunartíma sundlaugarinnar í Borgarnesi helgar yfir sumartímann. Sérstaklega verði teknar saman eftirfarandi sviðsmyndir: a. að laugardagsopnun verði lengd 4 klukkustundir eða frá 18 til 22. b. að opnunartími laugardaga og sunnudaga verði lengdur 2 klukkustundir til klukkan 20 í stað 18. c. að opnunartími laugardaga og sunnudaga verði lengdur 4 klukkustundir eða frá klukkan 18 til 22. Jafnframt legg ég til, segir Eva Margrét Jónadóttir, að kostnaðarmat þetta verði lagt fyrir Byggðarráð og að máli komi í framhaldi aftur til afgreiðslu sveitarstjórnarfund í maí. Þannig getur sveitarstjórn tekið upplýsta afstöðu til þess hvort rétt sé að lengja opnunartíma sundlaugarinnar í Borgarnesi yfir sumartímann. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna tillögu Evu Margrétar Jónadóttur sveitarstjórnarfulltrúa að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að dagskrárlið númer 38 sem ber heitið fundargerðir stjórnar sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps með málsnúmeri 2512-169. Þar er lögð fram fundargerð frá fundi stjórnar sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og þetta eru fundargerðir frá fundi númer 3, 4, 5, 6 og 7 sem eru lagðar fram. Og það er enginn sem hefur kveðið sér hljóðs. Þá eru þessar fundargerðir lagðar fram. Þá erum við búin að ljúka þeim lið sem snúa að afgreiðslum hér og erum komin að fundargerðum. Og það er þá fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 737 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá er það fundargerð frá fundi byggðarráðs númer 738 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. 41. mál á dagskrá er fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 739 og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst sú fundargerð framlögð. 42. mál á dagskrá er fundargerð frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar númer 740 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 43 sem er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar var fundi númer 72 og ég bið formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að koma hér fara yfir dagskrána. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Já, umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Ég er hér með fundargerð frá fundi númer 72. Þar var fyrsta mál á dagskrá snjómokstur í Borgarnesi og þar voru lögð fram drög að útboðsgögnum sem að umhverfisfulltrúi hefur verið að vinna að og málið var rætt heilmikið og velt vöngum og var síðan samþykkt að umhverfisfulltrúi myndi vinna þetta áfram og leggja endanleg drög fyrir síðar. Númer 2 er samningur umhirðu og slátt á opnum svæðum. Það er málið sem var hérna á dagskrá áðan. Þetta snýr að samningi við Landbúnaðarháskóla Íslands umhirðu og opnum svæðum á Hvanneyri. Og í drögunum er gert ráð fyrir því að skólinn haldi ekki utan vinnuskólann á Hvanneyri eins og verið hefur. Og er það breyting sem að kom óskum frá þeim samningsaðila. Þannig að það er í raun og veru eina breytingin og síðan var svona rent aðeins yfir landsvæði sem er verið að þjónusta og farið yfir það allt saman. Og já, eins og áður sagði, hann hefur verið tekinn hér fyrir og samþykktur. Síðan er mál númer 3 sem var styrktarsjóður EBI en þar úr þeim sjóði komu 450.000 krónur í verkefni göngustígar og upplýsingaskilti við Hlíðatúnshúsin í Borgarnesi. Og það er gaman að segja frá því að mér bara barst í dag tölvupóstur þar sem einn íbúi sveitarfélagsins var að deila fróðleik Hlíðartúnshúsin og þannig að ég mun koma því áfram til umhverfisfulltrúa þegar kemur að þessu máli og verður farið að láta til skara skríða við verkefnið. Númer 4 þá er beitarsamningur Hamarsland. Framlögð drög að beitarsamningi við Hestamannafélagið Borgfirðing. Þetta er samningur sem var bara kominn á tíma og er verið að yfirfara núna og endanleg drög verða lögð fyrir á næsta fundi nefndarinnar og ég veit að sú vinna er nú þegar komin vel á veg. Síðan er 5. liður beiðni Beitarholt til leigu og þar er lögð fram beiðni leigusamning, framhald á leigusamningi sem hefur verið í gangi einmitt land þarna upp frá og umhverfis- og landbúnaðarnefnd fól umhverfisfulltrúa að vinna áfram þau drög og leggja fyrir einmitt á næsta fundi nefndarinnar. 7. liður framlenging á samningum söfnun dýraleyfa. Það var samþykktur áðan líka þessi framlenging en eins og framkom þar að þá var samningurinn gerður sem sagt þannig að það er heimilt að framlengja tvisvar
og það var niðurstöðun í þessu, þannig að það eru búin að vera starfi í gangi til þess að ganga frá þessari framlengingu. Númer 7 á dagskrá voru umræður hreinsunarátök 2026 og þar lagði nefndin til að hreinsunarátak í dreifbýli verði bara með svipuðu sniði eins og hefur verið undanfarin ár. Gámur fyrir timbur til urðunar verður sett út á 2 vikna tímabili. Annars vegar er það frá 5. til 11. júní, þá er það Bæjarsveit, Brautatunga, Bjarnastaðir, Síðumúli og Lundar. Og síðan 16. til 20. og 2. júní, að þá verður það Lyngbrekka, Lindatunga, Eyrin við Bjarnadalsá og Högnastaðir. Og eins og hefur komið fram að það verður ekki boðið upp á gám fyrir málmúrgang að þessu sinni, en nefndin svona allavega var með hugmyndir það að stefnt yrði að hirðingu málma í haust eins og hefur verið gert með góðum árangri. Þegar fólk hefur getað pantað gáma heima að bæjum og það hefur verið hreinsað með þeim hætti. 8. liður, það var liður staða fjárhagsliða sem heyra undir umhverfis- og landbúnaðarnefnd og þar fengum við bara svona smá kynning á því hvernig að fjármálin standa inn í þessari nefnd eða í þeim málaflokkum sem undir hana heyra og hafði umhverfisfulltrúi tekið saman mjög ítarlegt yfirlit til þess að renna yfir það sem við þökkum kærlega fyrir. Og fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir, og forseti gefur orðið laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 72. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrá nr. 44 sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 85 og ég bið formann nefndarinnar að koma hér upp, Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Á fundi skipulags- og byggingarnefndar var farið yfir fjöldan allan af málum. Þar ber fyrst að nefna Hvítárabakka 7 þar sem var sótt aðalskipulagsbreytingu. En fyrirhuguð er uppbygging og aukning gistiþjónustu á svæðinu og meðfylgjandi var lýsing breytingar. Nefndin tók jákvætt í breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar fyrir Hvítárabakka 7 en benti jafnframt á að sveitarstjórn Borgarbyggðar ber ábyrgð á gerð og breytingum á aðalskipulagi sveitarfélagsins og fól skipulagsfulltrúa framgang málsins og gerð tillögu að breyttu aðalskipulagi til auglýsingar. Mál nr. 2 afgreiddum við hér áðan, það var Skúlagata 14 umsókn lóðaleigusamning. Mál nr. 3 afgreiddum við hér áðan líka, það er umsókn stofnun lóða landi Hamars. Svo var umsókn stofnun lóðar Margrétartún, þar var lögð úr landi Samtúns í Borgarbyggð. En skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í að lóðin Margrétartún yrði stofnuð úr landi Samtúns að því gefnu að aðkoma að lóðinni yrði frá Reykdalavegi 517 af afleggjara að Hátúni og að samkomulag verði gert göngustíg sem liggur austan við Borgarfjarðarbraut og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram og leggja fyrir að nýju. 5. liður var Hátún, umsókn stofnun lóðar. Þar var lögð fram ósk afmörkun og stækkun lóðarinnar Hátún. 3 fasteignir eru skráðar á lóðinni, einbýlishús, bílskúr og vélageymsla eða líkamsrækt. Ekkert deiliskipulag er á svæðinu. Lóðin er skráð 8.850 fermetrar og fer í 19.423 fermetra og skilgreind sem íbúðarhúsalóð. Nefndin tók jákvætt í stækkun lóðar Hátúns og fól skipulagsfulltrúa að afla frekari gagna, vinna málið áfram og leggja það fram að nýju.
7. liður, það var tekið fyrir hér áðan, það var Vanaheim, umsókn um breytingu á landnotkun. 7. liður, þar var fyrirspurn um skipulagsmál, Egilsgata 11, þar var lögð fram beiðni um stækkun hollóðar við Brákabraut og Egilsgötu, Brákabraut 2 og að sá hluti sem í eigu Borgarbyggðar yrði úthlutað til Hótel Borgarnes. Á fundi skipulagsnefndar nr. 80 þann 7. nóvember 2025 var tekið jákvætt í breytingu á deiliskipulagi gamla miðbæjarins fyrir lóðina Brákabraut 2 með það í huga að stækka Hótel Borgarnes. Skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í breytingu á deiliskipulagi en lagði til að lóðaafmörkun yrði með þeim hætti að lóðin Brákabraut 2 yrði stækkuð og afmörkuð og lóð Egilsgötu 11 minnkuð sem því nemur. Nefndin fól skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram og leggja fyrir byggðaráð. 8. liður, þar var fyrirspurn um skipulagsmál Brúartorg 1 en lögð var fram beiðni um heimild til uppsetningar á rafhleðslubúnaði fyrir ökutæki og rafbóks á lóðinni Brúartorg 1. Nefndin tók jákvætt í uppsetningu rafhleðslustöðva á lóðinni og fól skipulagsfulltrúa að koma á framfæri við málsaðila hvaða gögnum þarf að skila inn með framkvæmdaleyfisumsókn. Ef frekari uppbygging og eða framkvæmdir eru fyrirhugaðar á lóðinni þarf að deiliskipuleggja svæðið. Svo var liður 9, hann var tekinn fyrir hér áðan að Stóra-Rjóður 6 og afgreiddur hér áðan. Jafnframt liður nr. 10, það var framkvæmdaleyfi fyrir Syðstufossa. Og svo voru lagðar fram fundargerðir afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa. Fleira var ekki gert og ég svara spurningum ef einhverjar eru. Takk fyrir þessa yfirferð, Davíð. Forseti gefur orðið laust um fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 85. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 45 sem er fundargerð umsjónarnefndar fólkvangsins í einkunnum. Frá fundi nr. 94. Forseti gefur orðið laust um þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 46 sem er fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi nr. 252 og ég bið formann nefndarinnar Eðvarð Ólaf Traustason að koma hér upp. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ágæta sveitarstjórn, starfsfólk og aðra áhorfendur. Fundur 252 var haldinn í fræðslunefnd þann 7. mars síðastliðinn og var þetta svona ákveðin aukafund að ræða þar sem var verið að fara yfir samningsviðræður milli sveitarfélagsins og UMSB. Til fundarins voru mættir þar af leiðandi menn úr samninganefnd hvora aðila fyrir sig, bæði fyrir hönd Borgarbyggðar og UMSB og var farið yfir þær umræður sem hófust nú fyrsti fundur var ef ég man rétt 18. júní á síðasta ári, þannig að þetta hefur nú tekið svolítið tíma og var bara mjög fróðlegt að fá hérna upp bara svona hvernig þessi fundar hefði gengið og hvað hefði á hverju hefði steytt og annað og í raun og veru var bara afgreiðslu þessa fundar frestað þangað til í næstu viku vonandi. Ég er að vona að verði fundað í næstu viku milli þessar aðilar aftur til að reyna að ná lendingu í málið. Það er semst ekki búið að ná lendingu og þá ættum við að geta farið yfir það hérna á síðasta sveitarstjórnarfundi þessar sveitarstjórnar eftir tæpan mánuð að vonandi verður eitthvað jákvætt að frétta eftir þennan fund eða þessa fundi sem verða vonandi haldnir í næstu viku. Þannig að ég get svona reynt að svara ef einhverjar spurningur eru en eins og ég segi þá er þetta bara mál opið og það er verið að vinna í því þannig að en endilega ef einhverjar spurningar eru þá er ég tilbúin að svara. Forseti gefur orðið laust um fundargerð fræðslunefndar frá fundi nr. 252. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá ætla ég að biðja varaforseta Evu Margréti Jónadóttur að taka við fundarstjórn. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Við erum þá komin á lið nr. 47 sem er
fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar nr. 253 og þar skilst mér að varaformaður hafi tekið formennsku á þeim fundi og því vil ég biðja þann formann Guðveigu Gladóttur að koma hér upp og fara í fundargerðina. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Fyrsti liður á dagskrá þessar fundar var yfirferð á skóladagatölu fyrir leik- og grunnskóla og listaskóla Borgarbyggðar og það frá því að segja bara að nú eru þessi dagatöl farin til umsagnar í skólum sveitarfélagsins en þau voru samþykkt samhljóða í fræðslunefnd. Annar liður á dagskrá var það sem sviðsstjóri lagði fram skýrslu úthlutun stöðugilda til leikskóla í Borgarbyggð og þetta svona, umgjörð leikskóla í Borgarbyggð og tillaga breytingum á því. Og það var einnig farið verklagsreglum úthlutun til leikskóla og drög að reglum úthlutun vegna stoðþjónustu í leikskólum Borgarbyggðar. Þriðji liður á dagskrá þá var í rauninni kynnt fyrir fræðslunefnd þá ákvörðun byggðarráðs sem við ræddum hér fyrr á fundinum að hafna öllum tilboðum að sinni í tilboði í stækkun á Uglukletti. Þannig að þetta var bara rætt og kynnt ástæður fyrir því fyrir fræðslunefnd. Fjórði liður á dagskrá, fjörblómið, mönnun grunnskóla. Það var kynning fyrir fræðslunefnd á þeirri vinnu sem verið að gera í stöðugildalíkani fyrir grunnskóla. Fimmti liður á dagskrá, það var tekið fyrir ósk breyting á upptökusvæði skóla en það kom erindi frá foreldrum breytingar á upptökusvæðum skóla. Þetta hefur farið fyrir umsögn fyrir skólaráð grunnskóla Borgarfjarðar og umsögnin var lögð fram en skólaráð tók jákvætt í þetta eins og fræðslunefnd í að breyta upptökusvæðunum og fræðslunefnd lagði því til að upptökusvæðin yrði breytt og sviðsstjóra yrði falið að uppfæra reglur upptökusvæði og kynna á næsta fundi nefndarinnar. Á sjötti liður á dagskrá þá var rætt frá beiðni frá skólastjóra listaskólans skoðun á aðstöðu til myndlistakennslu fyrir listaskólan og fræðslunefnd tók í rauninni jákvætt í erindið og fól sviðsstjóra fjölskyldusvið að vinna máli áfram og skoða hvaða möguleika gætu legið þar. Sjöundi liður á dagskrá það var það mál sem var hér rætt áður sem UMSB samstarfssamningur og sviðsstjóri fjölskyldusvið kynnti stöðuna á þeim umræðum sem átt sér stað og ég kannski svo sem ekki að tíunda það sem fram hefur komið en umræður stöðuna á samningaviðræðum UMSB það hefur verið komið tillögu að viðauka við samninginn og fræðslunefnd telur að samtalið við UMSB þurfi að halda áfram og það sé ljóst að það þurfi að gefa svona kannski betri tíma í þetta til þess að hægt sé að gera langtímasamning en nefndin telur nauðsynlegt að til að byrja með þá sé þurfi að gera tillögu að árssamningi til þess að koma því fjármagni og þeim verkefni sem eru á áætlun, fjárhagsáætlun á sveitarfélaginu í vinnu, að það sé gerður árssamningur við UMSB með þær umræður sem voru á fundinum. Og við gerum ráð fyrir að slíkur samningur verði þá væntanlega kynntur á næsta fræðslunefndarfundi. Áttunda liður á dagskrá, reglur starfsemi frístundaheimila í Borgarbyggð. Þar fór sviðsstjóri yfir drög að reglum frístundaheimili í því máli var frestað. Við vorum komin svolítið langt fram yfir tíma. Við frestuðum því máli fram á næsta fund. Níundi liður var útboð á skóla- og tómstundaakstri fyrir skólaárið 2026-2027 og þetta í rauninni mál sem hefur þegar verið rætt hér á þessum fundi og fór fyrir byggðarráð og hefur verið samþykkt í dag. Og fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk fyrir. Takk fyrir þessa góðu yfirferð. Ég vil þá gefa orði laust þessa fundargerð fræðslunefndar. Einhvers vill kveðja sér hljóðs, svo ekki. Og þá telst hún framlögð.
Ég ætla að leyfa mér að vinda mér í næsta lið á dagskrá þar sem að forseti er einnig formaður í velferðarnefnd Borgarbyggðar. Það er liður nr. 48 og fundagerðarfundi nr. 170. Gjörðu svo vel, fara yfir fundagerðina. Takk fyrir það. Það eru jafnframt mál sem að við höfum farið hér yfir í dag. Það var fyrst farið yfir trúnaðarbók og veitingu í fjárhagsaðstoð. Annar liður á dagskrá sneri að breytingum á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga og þar var lagður fram sá viðauki sem við höfum rætt hér fyrr í dag. Velferðarnefnd samþykkti náttúrulega þennan viðauka samhljóða fyrir sitt leyti og hann var staðfestur hér fyrir á fundinum í dag. Þriðji liður á dagskrá var verklagsreglur barnaverndar og þær voru lagðar til kynningar. Það er ánægjulegt að segja frá því að ég held að ég sé ekki að fara með rangt mál en ég held að Borgarbyggð sé mögulega fyrsta sveitarfélagið til þess að taka og útfæra verklagsreglur sem taka mið af eftirliti með börnum í fóstri. Við þekkjum það að þessi umræða hefur svolítið verið ofarlega síðustu mánuði og það er bara starfsfólk sviðsins í okkur velferðarsviðs á hrós skilið fyrir að hafa útbúið mjög greinargóðar og skýrar reglur þessar verklagsreglur sem lúta af og taka mið af réttindum barna og svona faglegum viðmiðum og þeirri meginreglu að hagsmunir barns skulu ávallt hafðir að leiðarljósi og það er gilda eftirlit með öllum börnum sem barnaverndarþjónusta hefur ráðstafað í fóstur, óháð því hvar fósturheimilið er staðsett og þær taka til undirbúnings, eftirlits, framkvæmdar, heimsókna, samtals við barn, skráningar, faglegs mat, viðbragða við áhyggjum og endurskoðun fósturráðstöfunar þegar þess gerist þörf. Og fjórði liður á dagskrá, breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga. Við höfum jafnframt þegar hér að ræða sem sagt þetta mál hefur á eftir að fara inn í byggðarráð en það er verið að fara yfir greiðslur vegna bakvakta hjá barnaverndarþjónustu Vesturlands og nefndin telur nauðsynlegt að það sé endurskoðað greiðslur hvað varðar bakvaktirnar en það þurfi með einhverjum hætti að taka með þeim kjarasamningum sem í gildi þessi störf hjá þeim sveitarfélögum sem standa á þjónustunni og nefndinni felur í rauninni byggðarráði afgreiðslu á þessu máli. En þetta var lagt tekið til umræðu og kynningar en meðfylgjandi var minnisblað sem snýr að breytt greiðslufyrirkomulagi. Fimmti dagskrárliður það var fundagerðir samráðshóps stjórnenda í velferðarþjónustu á Vesturlandi lagðar fram og fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð. Þá er orðið laust fundagerðina. Það er enginn sem vill kveða sér hljóðs og þá bið ég forseta að taka aftur við fundarstjórn. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Eva Margrét. Og þá er dagskrá hér í dag tæmd. Ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar umræður og starfsmönnum fyrir undirbúning á fundinum. Ég þakka aftur KPMG fyrir þeirra samstarfi vinnu við ársreikning og starfsfólki sveitarfélagsins jafnframt fyrir þá vinnu og að sjálfsögðu tæknimanninum okkar Knáa, okkar akkeri hér, Eiríki fyrir sín störf. Og ég segi fundi hér með sliti. Takk fyrir.